4, það föstudagurinn 8. apríl og FN95 Blöður hafið göngu sína á þessum, yndislega föstudegi. Það allavega, það reyndar, það ekki sól lengur. Það var sól áðan og heiðskýrt í bænum. Á þróttaramerkinu það? Já, sérðu, sólinu farin. Já, hún samt svona glittir á það. Já, en þú veist, maður fagnar svo sem ekki endilega sól og tveggjast að hitta. En ég allavega í fantagýr hérna og sitt í mínu sæti. Það fullu bátur eins og flesta föstudag. Röddin hans að stríða mér, þið verður að afsaka það. Hvað vært? Ég er með hálsbólgu. Mjög sexy rödd með þetta. Nei, ég er hún svo þreyttur á þessu. Ég er búin að vera eiginlega með hálsbólgu síðan ég fekk COVID fyrir 6 vikum síðan. Ég fór loksins til læknis í gær. Já, hvað? Hann lét mig af einhverja stera sem ég seti upp í nefið og eitthvað. Þannig að já, að skána á næstu dögum. Þú setja sjálf á kúr bara, áttu ekki gömul sýklaleg upp í skápið það? Nei, ég er ekki sami dópistun og þú sko. Þú átt alltaf bara fulla hillur af einhverju drasli. Nei, ég er bara, mál er að það er kannski til íbúfinn heima. Þetta kallast þess að dópist það sko. Ef ég fæ, það er óþar að kalla mig dópista sko. Já, sko, elskar verkefni. Ef þú er íbúfinn við vorum að fara skemmt daginn, hann sagði bara, verður ekki að taka 2 íbúfinn fyrir gigi. Ég bara, hvað er þetta slappur? Nei, bara maður skildi verða slappur. Ef að það er bara reglan hér, þá ertu basically alltaf að neglið í einhverjum verkefliði. Ég er að því og ég er pillu. Já, þess að kalla þig dópista. Sko málega, ég er pillukall og hérna, þegar ég fæ kvef og ef ég losna ekki við eftir viku, þá hendi ég mér á kúr, sýklalyf í svona 2-3 daga. Já, þú ert líka eini maður sem er farið sko á kúr til þess að grennast á verkefliðum. Já. En þú ert með löguleg verkeflið, þú ert ekki að kaupa eitthvað svona under the table, bara íbúfenni Þú og ert ekki að setja eitthvað svona plástur á þig, hvað heitir það? Fentalín og eitthvað svona Já, þið komin í Oxycontin. Ég er ekki farin að reykja Komin í það? Nei, ég er ekki farin að reykja plástra. Ég fór á... Þú kaupir þetta bara í Livju, það ekki? Jú, ég fór á... Það er rétt jáfnblöð, ég tók íbúfengkúrin og ég misti 10 kíló á mánuði. Já, en þú tókst íbúfengkúrin var þannig að þú varst alltaf að taka íbúfeng svo myndir ekki fá hausverka því þú borðaðar ekkert. Ég borðaði hálfsmatt. Hræðilegu kúr sko. Þetta er versti kúr sem ég heilt. Hann er með svona 8 kíló af vöðum og 2 kíló af fyndi. Já, en ég mæli ekki með þessu. Ég er ekki að mæla með þessu kúr. Ég þurfti að taka hana kúr. En þú er auglýst að hann virkaði. Já, hann virkaði, en hann kom aftur. Ég misti 10 kíló á mánuði og ég fekk þau tilbaka á einhverju 4 dögum. Þannig að hann virkaði nú ekki betur það. En okkur þurftir aftur að taka þessi 10 kíló. Það var fyrir undir trénu. Við höfum bara lítinn tíma. Vildu að þú væri skinny? Já, það var svona flashback. Viltu ekki að þið feitar undir þessu tré þarna? Nei, bara sjá mun á mér. Það var grannur undir tré. Hefur séð myndina? Ég var aldrei undir í tré. Horfða myndina. Akkur hefur ekki séð þessa mynd? Þessu steindir alltaf bara undir trénu. Það var myndir að halda að ég væri feitur undir tré. Þetta eitthvað rugglaður. Þessi myndir þetta geggjum. Þú steindir bara á kostumiðinum. Já. Svo er hrósið nokkað manni hérna. En þetta var svona flashback sinna til að segja ykkur. Já, alveg rétt. Það áttur að vera grenri heldur en hún varst. Og ég var mjög pirraður yfir þessu að því að Hattingunni leikstjóri, hann lofaði mér að þetta er örugglega svona 2 mínútna sena. Ok, gerum þetta. Svo var sena svona 20 sekundur í myndinni. Ok, þannig að þú fórst á heilan íbúfengkúr í langa tíma. Mánuð fyrir 20 sekundur. Ég man eftir ég sendi á hann, gast ekki haft þessa senu aðeins lengri. Ég sendi skilabóðan. Það er bara að leggja þetta á þig. Nei. Aftur í listina. Já, þessi sena lifði bara eins og lifði. Já, ég meina, myndin allavega gekk vel, þannig að þetta heppnaðist allt saman. En sko, eru þið ekki þreyttir á þessu gluggaveðri? Jú. Þetta er vestaveður, núna eins og ég sagði, sólinn er nú farin, hún var á hann, að ég þoli ekki, þegar þú ert inn í bíl, það er of heitt, svo þegar þú stígur úr bílnum og svo ógeðslega kalt að þið líður einhvern veginn aldrei vel. Þetta er búið að vera svona síðan dag. Daginn þá hljóp ég út og það var alltaf kafi snjó. Þetta var ekki komið vor eða? Já, það er komið núna. Það er seinni veturinn. Núna er ég að detta í vorgýr. Við erum að fara á aðra eldjarni í kvöld og ég er að detta í einhvern gýr sko. Ég er ógeðslega peppa fyrir áramótaskop í apríl. Já. Það náttúrulega var ekkert annað hægt, bara COVID, skemmti. Það er rosalega. Síðan erum við gig á morgun og uppistandi kvöld. Það er double whammy hjá okkur félagunum. Já, við erum Keflavík á morgun. Það er opnað nýr staður í Keflavík. Lux. Þar verðum við. Luxury. Já, Luxury. Sko, já, ég er að spá drengir að þú varst að tala um kvefblöð. Þú veist, þú er búin að vera að kvefa núna. Veist þetta er sexy blöð? Já, þetta er sexy blöð. Já, svo breytist röddin stundum, ég verður svona skrækur og eitthvað dróðþólandi. Það er ekki sexy. Já, þú varst eins og Star Wars kall í gær. Ég var með gig í gær, svo verður ég að tala á milli, allt í breytist röddin í mér. Veist að það ég bara. Ég hugsaði bara ekki. Já, ég get það ekki. Ég er munun á mér og þér, ég þarf actually að tala og syngja þegar ég er að skemta. Ég stend ekki dauða drukkin út í hotni og hoppa sko. Ég þarf að öskra svona sko. Já, og ég þarf að spila á hljómborð og fiðlur og stundum öskra ég. Þegar pappa sveppa
Segir söguna, þá er hann að spila á þessi hljóðfæri Sveppa hélt og að spila á þetta í alveg Djöfull hann klára á hljóðfæri Ég elska pappa Já, og Sveppi snapp á hann sko. Nei, ég var að fara að segja, þú veist, þú ert búin að vera með kvefja í hvað, 1,5 mánuð 6 vikur, Ég fór að velta þessu fyrir mér af því að, þú veist, ég er bara með þér í þessu Ég tengi Veist hvað læknirinn sagði samt um mig? Hann greinilega hlustar Ég, þú veist, það hafa búið að vera ekkert eitthvað svona engin stemmi, ekki það, hann var ekkert eitthvað þurr bara svona ótrúlega venjulegur og bara spyrja hvað var að og eitthvað og ég sagði bara, ég er búin að vera svona bara núna í 6 vikur sko, þetta, bara frá því ég fekk COVID og hann hendi bara í AC er nú ekki verið að hjálpa Það er rosalega Það veit allir í Íslandi vorum í AC Það er hræðilegt allir vit Það er ekki einn Íslandingur sem veit ekki vorum Við erum hættir að fara Nei, ég var að segja eitthvað hræðilegt Þetta sé hrættist mest með AC Fekk ykkur hressan gæja tíminn á hann Og þetta er sem ég skýt þetta við Hann og félag hans er fallið AC Ég veit Já, þetta er hræðilegt Nú er þetta farið escalate Og menn eru fannir að fara Þetta er jákvæmt Þetta skrifast á okkur Nei, þetta er jákvæmt Já, þeir taka bara kindilinn Þessi menn taka bara kindilinn Við losnum Þetta er hræðilegt Við getum fólki bara að fara að þetta Já, það er veistla Við erum búin að vera að reyna að halda þessu shithole uppi þarna því að það er mikið atvinnuleysi og okkur finnst þetta bara nett ábyrgð á okkur Nú taka þeir bara við Já, það er bara nákvæmlega Spurðum líka hvað er svona miðbærana Hvað gerir svona að þið fara Pótur, hvað er miðbærin? Það er helviti góð spurning Það er ekki miðbærin Þú ferð ekki miðbæri í AC Þú ferð ekki út af hótel Þú er bara fullurinn á hótel all tíman Inn á hótel? Það veist ekki, ég veit ekki hvað er að fara út í Þannig að þeir veit ekki geðvikina og ógið sem að fara út í Ef þeir eru að hlusta í guðana bænum Ekki einu svona bara voðu ykkur að fara út á hótel Já, fara á borðvaki Á Harris, það eru með The Pool Við fórum í Cabana Party Hættum að auglýsa þetta, þú varst að segja að þú vildir ekki að fólk fara Lífgup á ferðina Það er Ramsey Steakhouse og svona og fín steak þar Þetta er þetta sko, ef við erum alveg hreinskinnið þú varst með bara bestu vinninum og ferði þess að verða þá er þetta gaman AC Burger sem Hugi lagði sig Já, hann fór að sofa þar sko Í miðjum burger sopna Ég var að tala við hann Ég horfði á hann sopna Það er rosalega Herðu, vitið hvað, ég nefnilega sko Ég lendi í þessu drengis Hvað, sopnið við burger? Nei, já, ég hef alveg lendið því sko En vitið hvað, ég lendi í daginn Ég var að flokka Magic spil heimaðu mér Guð með góður Sem er hvað? Ég fann bara gömul Magic spil Sem er hvað í anskotan með Magic? Ég veit ekki sem hvað þetta er Magic the Gathering, þetta er bara svona spil sem þú ert að spila Smati og D eitthvað? Já, bara eins og Pokémon eða hvað sem þú vilt kalla þetta Þetta er bara spil Og ég hef búin að segja ykkur frá því að ég var með svefnsýki Þú sagðist bara alltaf sopnið og sætir einn Já, það er það sem gerist Þú ert samt ekki eins og hundurinn hann að frægi í vídjónu sem er bara hlaupandi svo allt í hennu sopnar hann og það er að finnast það sem ég sé sko My sleep demon er samt alveg coming at me og ég finn það alveg Sopnar þú á deit? Ég satt við eldursporið, var að flokka spil og svo vaknaði ég bara, vaknaði bara upp bara hvað er að gerast þetta? Bara ángrið, viðkenni, ég haf búið með kannski 1 rauðinsglas Það ert alltaf döðat Nei, ég fekk mér 1 rauðinsglas Nei, ég sverði, þetta var ekki þannig Ég ætlaði mér þess að ég haf búin að láta renna í pottin Ég haf svo slæmur í bækinu Og ég vaknaði svona, klukkan hefur kannski verið þá bara svona Ég var að segja 11 Ekki einu sinni Hvað ertu búin að sofna lengi þá? Þá hefur ég búin að sofna í 40 mínútur eða eitthvað Ég bara djöfull í sjálfum að ég fer í pottin og ég haf svo slæmur í bækinu og ég svona aðeins svona halla mér svona og djöfull þetta skriði bara svo vaknaði ég bara þar hvað er í gangi maður og ég bara, það var alltaf blöð ég var svona komin eiginlega nefið var farað í vatn Það er stór hættur að sofna í Já, pottin ég hugsaði bara, hvað heldur að nágrandir haldi Hvað var klukkan þá? Hún hefur verið bara svona 12 eitthvað svo leiðis Þetta er rosa Já, og svo var ég Hvað sofnaði hann aftur? Nei, svo var ég ógeðslega svangur Var ekki búin að borða neitt og ég kom inn og ég fer upp á Líka búin að vera pottinum að telja Magic-spiliðin bara síðan 5 daginn Já, það var bara þannig Svo fer ég upp á pottinum og þið veit alveg, þú veist, bara kallt ískallt að lokunum Ég bara lifi ekki það vel að ég sé með heita pott Nei, þú veist hvað ég við Ég stend úti á skílunni Já, það er kallt og ég alveg glaðvakna Ég er bara djöfull er ég vaknaður og bara feskur og nú ætla ég að fara að gera eitthvað að viti og ég ákveði, ég er svo svangur að það var til svona, ég hendi í diet eðlu Hvað er diet eðla? Ég átti ekki Doritos hot salsa eða pizza, ég átti tacosósu og ég átti, þú veist, venjulega nost sem ég þurfti að rífa, þetta var svona, hún var aldrei að fara að vera góð, sko, hún var bara fín. Svona diet? Já, bara diet eðla. Og ég hendi henni í opnin og eitthvað svona og svo borðaði ég hana, sett bara við eldhúsborðið og borða hana og er að horfa á hvað í símanum og eitthvað svona og
svo eftir hana, er ég svona frekar góður sko, set lappirnar upp á borðið, halla mér aftur í stólnum, set lappirnar upp á borðið og aðeins bara svona, þú veist, nýbúin að borða og feskur. Svo vaknaði ég bara, þá vaknaði þetta lappirnar, leið og að gerist, þá detta lappirnar af borðinu og ég býti tungur og ég vakna og ég er með blóð hérna upp í mig maður, ég bara, hvað er að gerast þetta maður? Og svo hérna, hvað er klukkan á það? Allt hús. Já, þá er klukkan örugglega svona 2. Hvað er að frétta? Já, En það er ekki bara svo. En þetta er ekki eitthvað sem er að gerast reglulega. Hvað er konan og börnin þannig? Nákvæmlega. Bara farin að sofa. Þú veist, ég Voru bara... þau farin að sofa þegar þú byrjar að Já, þú skoða veist, það voru allir Magic-spilið? sofnaðir Þú varst að fara í pottin, þá allir fann það að sofa. Já, þau fóru allir að sofa, sko, eða þú veist, krakkarnir sofnuðu bara 8-9. Ég held að kona mín hefur aldrei farið undan mér að sofa. Er það ekki? Kona mín fer alltaf undan mér að sofa. Ég fer ofta undan Evu að sofa, sko. Krakkanum? Það er stór Ég var komin upp í rúm og hún Það eru 7 ára. þá er hún rámatum fram með og sér að sko, drulla sig upp í rúm. Veistu hvað er furðulegt? Já. Þetta Það er er svo svo- skrítið. Ég veit ekki pottin á miðina. En sko, strákar, ég Nei, svaf... en að fara að sofa undan 7 ára krakka það er bara ekki læg. En strákar, málega, Það er bestu furðulegur. ég svaf á 4 stöðum. Ég svaf sem sagt, sko... Það er ég svaf- líka stórt, þeir eru báðir stór fyrir mig. Já, þú veist, ég svaf við eldhúsborðið, í pottinum, aftur við eldhúsborðið og í rúminu og veitir hvað er merkilegast að við þetta? Ég vaknaði feskur. Það er bara mjög gott. Ég vaknaði ekkert eðlilega feskur. Ég sagði einhverju viðtalum daginn að ég væri langa eðlilegastur að ykkur. Ég er alltaf bara ekki frá að sjá það meira og meira. Hvernig vaknar það? Ég var feskur. Hvenær? Klukkan hvað? Bara 7:30, bara, ég var bara að vakna með krökkunum og bara rusla. Já, 7:30. Þú beistið tungunum klukkan 2, þá var þetta í herbyggi, samt í 4 tíma. Já. Og vaknaði feskur? Já, feskur. Herru, ég er enda búin að vera að væla núna í 11 mánuðum að ég fá einhver svefn. Ég fór ekki að jinx þessu. Matti er búin að vera að sofa 4 nætur í röð, maður. Aha. Ég tel þetta sko. Já, ég sko. Þetta er bara besta sem er komið fyrir. Já, Þú ert þetta að jinx þessu núna. Þetta Ég er að veit það. dettin. Já, svo er ég að fara að skvett í mig í kvöld út að borða og fara á Ara. Séu við pottið ekki nótt sko. Já, þetta er ekki Nei. með nætupössun eins og Junior. En svo Steindi, nei. Ég er ekki með nættu pössun. Ég tek ábyrgð á börnunum mínum. Ég er ekki með nættu pössun. Það er rosalegt. Ég er sko, krakkarnir í pössun alla helgina. Já, ég öfundaði svo mikið að ég er að reyna að leiðilega sko. En sko, þeir eru að gista krakkarnir á mömmu í nótt og svo sækir tengdó til mömmu. Það er sem veistla. Ég hitti krakkarna á Eðlilega. sunnudaginn. En þú sér krakkana á sunnudaginn fyrsta leið. Já, þú veist, ég ringi krakkarna, ég heyri krökkunum. Ég er að segja Já, bara þetta er ekki eðlilega vel leist. Já, það. það er bara, það er prógram alla helgina, hérna, Það rennur ekki aður helgina. jú, rennur ekki að mér. Hvað heldur ég sé það? Nei, þetta er alveg veistla fann þetta nú. Já, jú, veistla, en það rennur alveg að mér. En annars eru við með rosalegan þáttandi í dag, kæru hlustendur. Við erum með hver á röddina í umferðinni. Við náðum ekki að fara í það síðast. Við náðum ekki að fara í síðast, en ég ætla að passa að það verði í dag. Þekkið ekki er á sínust að við Steindi fórum í klefa og tókum páskaleik Bylgjunar og ég hefði mjög gaman að því, þannig að það er skemmtileg spurningkeppni Gilsarans. Hún var ekki heldur síðast. Sko, nefnilega King of Spring. við runnum út á tíma. Já. Ég ætlaði að cancela því ég vaknaði í vikunni og var alltaf kafi snjó. Ég ætla ekki með King of Spring, það er alltaf fucking ískalt hérna. Nei. En nú er allt í hennu bara veist, það er komið sól á þróttaramerkið og Þannig að það sólið er bjart á því. Sólið er vorni og ef hann er vorni þá er við vorni, þannig ég er með King of Spring og þetta er King of Vorni. Það er basically King of Spring, King of Vorni. Heyrðir eitthvað í sóla? Langt sem við farið í þann virta Já, dagskráli? ég heyrði hann á hann sagði mig, Gilsari, ég hef ekki verið graðari. Já, það er bara þannig. Ég veit að Sóli, Það er red quote ég veit bara Sóli, konan hans og stórufjölskylda vill ekki hafa hana lið. Það vill enginn hafa hana lið. Hann elskar hann að lið. Nei, Vist hann- að til liður F9 Ég get lofa þér, hann gerir það ekki. Já, hann reyndar líka búin að vera góður í pásu. Já, menn hann er okkur 20 krakkar sko, hann er ekkert eðlilega graðar sko. Eitt sem við þurfum að fara yfir Blondale. Og það nú er ég að horfa á höllina hérna og við erum að fara því miður að taka þakið af henni 13. maí. Já, ég reyndar get ekki beðið eftir því sko. Það þarf að bóka verktaka að setja þakið aftur á 14. maí. Já. Það er svolítið þannig. En sko, en málið er að sko, ég þarf að semja við þig, Púp. Það er ekkert sem ég elska meira en það er komið aðeins í Gilsaran og svo heyri ég og blöð kom með hanskan og hattinn og Það er ekki bara að gerast. Ég sé við þetta verðum að fá tróðfull höll, við verðum að fá Jackson. Nei, það er bara ekki bara að gerast. En hvað sko, við þurfum allan að ekki loka á strax, þetta er samningu við Þú ert að segja mér ef við náum að tróðfylla höllina á ammali 10 ára ammali eftir 9 blöð, höllin er tróðfull og það er ekki að taka Jackson. Þú ert Nei. andlit Michael Jackson á Íslandi. Fyrsta lagi, þá er ég það ekki. Jú, þú veist Öðru lagi, þá tók ég þetta samfleytt í svona 15 ár og það er eiginlega bara orðið óþægilegt ef ég er að taka Nei, einhvers en ef ég þú er ert að með taka þetta í hanskar? höllinni. Fólk sem að kannski hlustar ekki á þáttinn myndu hugsa bara, við erum góður, er hann ennþá aðeins. Slökkum ljósin.
kastar á blöð hatturinn og hann komið með hanskan við sko þetta verður að vera bara gæði Ef þú ert með hattinn og hanskan og fær jakkan lánan hjá Kös sem alvöru Jackson ekki sem blikkar þú ert með spotlight og við heyrum allt í bara Já, þú verður að gera þetta Ég skal gera make a pack hvað þarf að gerast til að Blondell setja sig hattinn, hanskan allt klárt Það var uppselt Þú veist að það er ekki varst þú ekki að segja daginn að þetta er góða líkur að það er ekki ég er ekki góð í starffræði en það er x marga vikur í þetta og við erum að selja þetta marga miða það er ekki útilokað Þú ert að standa við þetta Ég myndi segja líklega en ekki Ég var uppselt, þá skal ég gera Já, þú gerir það Já, en það verður þá bara stutt Það væri eitt kastari Stutt Það er Blondell mættur í stellingunni Hefur séð stellinguna að vera Jackson Heldur hattinn með vísifingri Haldiði að ég sé það heimskur að ég heyr ekki þessu að trolla mig Nei, þú Aldrei alveg ég sé svona vitlaus geggjar að taka Þetta er geggja sjálf Þannig ætla ég að vera bara með 2 beverages Þegar ég heyri þegar ég tekur þetta Það verður besta mómentið á kvöldin Ég er sem betur orðið það gamall og að verður en ég veit hvernig að vera að trolla mig og hvernig að ekki sko En hvernig var þú myndir líka taka skikkjuna og draslið hann út af eitt besti í heimi Já, luftgítar Ég er búin að vera að dansa Jackson síðan á 14 ára Herðu, það gleymist Þú ert samt að verður í því sko Já, herðu, hann er næstu heimsmeistari í luftgítar Það er betur hugmynd Ég var í sjötta sæti. Þú átt að taka það Ég segi bæði Fyrst tekur þú Jackson Setur allt á hliðina Sér slökkuljósin Steindir fyrir skekkjuna Sko þetta getur Ég get lofa því Ef þú tekur Jackson inn að það þá skal ég lofa þér ég skal taka heimsmeistararútínuna mína í lúkið Við erum konum með bæði En ég var samt að segja ykkur frá öðru óvæntu atriði sem verður hérna á ammælinu Er það ekki nóg? Hvað atriði er það? Ég ætla ekki að fara að segja það því að það er surprise sem ég var að ræða við ykkur daginn sem að manstu með tengt fötunum Yes Já, það er satt ekki Jú, það er sexy en það er ekkert líkt þessu blöð sko Það er ekkert hattur og hanski Nei, það er ekki Jackson en sko Og veistu hvað fólk vill sjá þetta? Nei, ég held að sé allir með sem búin að sjá Það mun allt sturð Af öllum, þú veist, með fullir virðingum fyrir öllum sem koma fram að sjá Jackson dansin hjá blöðunum að þú ert andlið Og svo fyrst Steinþór í skikkjuna Er þetta back to back Já, þetta er back to back Þetta er svolítið að battle Blöð svolítið mættir, tekur sitt shit sko Og þá setjum við svona hljóðmælinn hversu mikið var það vitlaust og svo kemur Steinþór Nei, ég neita að koma eftir Jackson Ég bara gera það ekki Heimsmeistari Já, ég kem þá undan Þetta er svona 10.000 sunnum feskara Þú fórst á HM Já, ég kem á undan Og þetta er töff Þetta er ekki orðið Og fyrir utan það, er það ekki eitthvað svona bara í samfélaginu sem við búum í dag er ekki eitthvað svona að vera að taka Jackson Má ég það alveg? Já, það máttu ekki það Það er heimildamind og öllu skeftaði eitthvað Já, bara Hún er fagleg gaggrinds og heimildamyndi hún er full af skít, það er ekkert að Jackson var bara í toppmálum og það er ekkert vissin og ekkert að skammast yfir Dave Chappelle vildi meina að þetta væri kjaftaði Já, ég meina það er toppmáður ekkert að skammast yfir að vera Jackson maður nummer 1 á Ísland þegar fólk hugsa Íslandíkur hugsa um Jackson þá sér það andlitoflu Nei, en mér fannst þetta, ég hef sagt ofta áður í þessu þætti mér fannst svo stórfurðulegt að hringdi í mig þegar hann dó Svo ég væri bara Hvað hringdi þig? Já Hvað ókunnuð fólk? MBL, Vísi og allir bara hringdu Hörðu, hvernig ertu að taka þessu fréttum? Ég var bara í póker Ég var svona, ég er bara nokkuð Eðlilega hringdi þig Hvað hringdi þig? Já, því að Jackson dó Hann er andlit Michael Jackson á Íslandi Nei, það er ég ekki Ég er 100 Hvert áttu að hringja? Þetta er sann Ég sammálagli í hvern áttu að hringja Já, bara því að hún er búin að dansa þetta í ykkur Hvernig áttu að hringja? Bara sleppa þau eru ekki að hringja einn á Íslandi Það er ekki tengdur honum hérna Jó, þú Nei, það er ekki neitt En ég get ekki lofað að vera Jackson í Núna bara Þú varst eiginlega Ég var að segja, ég get ekki lofað því Ef það er uppselt Já, það er uppselt, já Þannig ég get ekki lofað að vera Jackson í höllinni Þú varst að lofa því Núna fyrstur þú að setja allt power í marketing Já, ég get ekki Við erum bara að fylla þetta gig og blöður að taka hanskan og hattinn Ég get ekki heldur lofað Ég ætla að plugga giginu daglega núna sko Ég get ekki heldur lofað að vera luftgitar En ég get lofað ykkur eins og þar að þetta verður Sjáumst í höllinni 13. maí 10 years á tökunum sko Veitu hvað er að gerast? Hon kan banna det så hårt Þetta er Beisendur og hann verður í höllinni 13. maí og eitt skrítnasta sem ég heyrst á ævi minni kom frá Aglum daginn að við vorum ekki einu svona taka upp hann var ekki að reyna að vera fyndinn hann sagði orðrétt við mig að hann gæti kynnt mig fyrir Beisendur svona eins og það var einhverja great honor Ég get það Já, það er ég ekki að fara að skemmta hann Hann ákvæða að ég get gert Þetta er það skrítnasta sem ég heyrst bara að ég get kynnt þig fyrir
honum Blondell Frábært Þetta er ekki það skrítið af því að þegar Snoop kom til Þessi sé landsins bara hendi huge fan Jú, þú gerir það En málega þegar Snoop kom til landsins, til dæmis þá veit ég að allir rapparnir sem voru að hitu upp hitt hann ekki Hann var bara í sér klefa Sama með 50 Cent sko 50 Cent, þannig að þú veist Egill, þetta er ekki stór skrítið Egill er að segja, þú veist Beisandur, hann kemur og bara fær sinn klefa og allar skemmt og fara Það er ekkert vesen á Hann getur kynnt þig fyrir honum Sko hann er með tæpar 3 milljónir monthly listeners Hann er líka með classics að ná Já, bara All I've Wanted með yfir 100 miljón spilan Hann er bara staying strong maður. Og líka til annar sem vorum að hlusta á með 78 miljón Herðin, en það er komið að slúðri hér í FNÍFN Blöð Eru þið tilbúinir? Já Þetta er með eitthvað álur slúður Nei, sko, það eina sem Það er lélegt það? Nei, það er ekki lélegt En eina sem við erum að fjalla er eiginlega bara Will Smith alltaf, núna Er það ekki verið búið? Jó, Eftir the slap Ég var reiður út í Will Smith Og ég vorkendi Chris Rock Varstu reiður og graður eða bara reiður? Bara pirraður Langt frá að vera graður Hérna, nema nú er ég aðeins byrjar að vorkina Ég verð að viðkynna, og hann er búin að beðast afsökunar og var bara sincere með það og ég held bara hann sé ekkert alltaf á góðum stað sko. Allir veikiti hana Já, þannig allt sem er í gangi núna finnst mér bara svona óli á þetta og þetta er eiginlega bara orðið gott sko. Ég held að vorkenni maður ekki bara flesta öllum ásvara hátíð bara þetta er svona Óskarn? Nei, ég er að segja Ég vorkenni öllum sem er óskarn Nei, ég er að segja Þetta er ekki að skemmt þetta og einsunni Ég man gamla daga, the old days þá vakti maður bara og maður mættur ósofin í skólan og þú varst að hóra Óskarinn, núna er þetta drullu saman Já, reynda upp og fyrst aðeins upp í þessu En sko, það nýjast í þessu er að það blasir við honum eins og stendur hérna niðurlæging því að tónlistamæðurinn August Alsina sem ég hef bara aldrei hlust minnst á August Alsina? Já, það er sem sagt gaurinn sem var að halda við Jada Pinkett Smith og ástæðan fyrir Will Smith og Jada Pinkett hættu saman skildu þarna á tímabili Hann er hvað er hann? Hann er 30 árum yngri hún eða eitthvað, 25 árum yngri hún Hann ætlar að fara að opna sem sagt bara að leysa frá skjóðun og segja allt þeirra samband Þannig að það er ekkit skemmtilegt fyrir hvorki Jada en okkar mann Will Smith En betur, hvað veit hann svona þeirra samband? Hann var með henni vilja Já, en hvað veit hann þeirra? Þú veist, hann er ekki Hann er að tala samband sitt og Jada Já, ég ætla að tala hann og Will Það er ekki svona búið hjá þeim, sko En hann getur náttúrulega sagt Já, það er 20 ára aldursmunur Sko, er þetta bók eða? Já, ok Þannig að hann vantar greinilega dollars Já, ég meina, ég hef aldrei heyrt Ef það væri brjálega að gera hjá honum þá var hann ekki að skrifa þessu bók Þetta ekki, þá væri hann bara að gigga Ég hef aldrei heyrt hann ræfin, sko Hérna Er hann að fara að skrifa bók sambandi þeirra? Hvað er þetta? Hann langar í dollars Já, þetta er, hvort sem þetta er bók eða hann sé bara að fara að selja söguna Ég líka búið að fletta myndan upp Ég get satt að þessi gæi eins spári er að þekja buttuna, sko Þetta er ljótt Þetta er mjög ljótt Minna, ef hann var eitthvað ástfangin aðeins þá er þetta sem þannig að þau skilja og hún byrjar officially með honum Nei, þau skilja af því að hún viðurkennir fyrir Will Smith að hún sé búin að vera halda við hennar gauð sem er 20 árum yngri og ég hérna fór á TMZ og var að sjá þetta Það er eitt af óþægilegasta sem ég hort á er þegar Jada er að segja Will Smith af hverju hún hélt fram hjá hann hafi ekki séð mýmið hérna þegar Will Smith er svona hálf grátandi svona Hafði ekki séð þetta, alltaf inn á Twitter ef eitthvað lið, eins og bara United er að spila helgina þá er þessi svipur á Will Smith og hann er United-treyju þegar gengur sýtla hjá okkur og þetta var það svona einhverju risa mými þar að því að þá var hún basically í podcastinu sínu að tala ástæðinu fyrir að hún hélt fram hjá honum var að því að hann var ekki að fullnægja sér hún hefði loksins fundið hamingju aftur þegar hún var með þessum gutta hversu óþægilegt Ræði þetta bara heima hjá okkur í svefnherbergi Mér finnst þetta ógeðslegt Þetta fór illa í Smith Ég er ekkert hissa á Will Smith sé bara ekkert á góðum stað Var andlega tæpur hana Þannig að hún boðaði manni sinni í podcastviðtal og fór að tala þar en þú veist hann hlýtur að hafa vita það sko Já, ég held að allir kall með vita og stundum er kannski ekki að standa sig í stikkinu en að heyra það bara allur heimurinn heyri það Ég er ekki að tala um það Ég er að tala um hann hlýtur að vita þau ætlu að tala um það Já, þú veist, þau fara saman og tala um þetta Jú, það er bókvæntaleg Já, þannig að þessi August Alsina er aumingi er að fara að selja bók Já, ég þóla hann ekki Herru, svo eru betri fréttir Jennifer Lopez Eitthvað jákvæða fréttir Spotted
wearing a rocking diamond ring. Wow. Það er brúðkaup í vændum, Ben Affleck og Jennifer Lopez. Já, Það er rosalega. við höldum mikið með þeim. Já, þau eru okkar par. Já. Og við This round is on Batman, maður. Já, við erum Team Bennifer og þau, bara eins og ég er búin að segja hérna 10 sinum, þau tala ekki um annað hvað eru hammingjusöm og ætla að fara að gifta sig. Það er samt rosalega hættulegt sko. Þau tala ekki um annað hvað svo hammingjusum sko. Það er basically hljómar sem var alltaf alveg sérur sko. Þú vildi meina ef að fólk er rosalega mikið að posta myndum á sér á samfélagsmiðlum að þá er allt inn að Ef sér. þau eru mikið auglýsa hvað eru hammingjusum og allt gangi vel sko, þá er allt í álfur apaskítan sko. Það er eiginlega svolítið Er rétt, þetta sko. þá hættulegt eða? Já, þetta hljómar sem skilnaður sko. Það er heitt sko, ég peppaði bæði mjög mikið sko. Já, ég held með henn. Sko, ég er Hollywood-völvan og ég ætla að segja að ég sé up to something að það, af því að, sko, þetta er alveg rétt hjá hann. Þú veist, þegar fólk er, sko, ef það er að missa sig í því að tala um hvað það er rosalega ástöngið, Þetta eru vinir að segja allt í það hapaskít. Ég er að lesa fréttina, þetta eru vinir að tala um hvað það er ekki að segja þessu Það er skára sko. Og hún bara var með ring og bara spottu með hann. Og er Instagram ekki þannig að það er í sleik og annar hverju myndið? Nei, Það er hættulegt, sko. það held ég ekki. Það er hættulegt. Settu bara mynda sér allir daginn. En við höldum með þeim, það er. J-Lo-in á ekkert smá. gramminu. Og við í FNI Hún er fyrir að senda góða kveðju. 202M followers sko. Hver? J-Lo. Já, ég er ekki að segja maður, hún er snillingur. Hún er ekki sleik á einn einasta mynd sko. Nú er Nei. strax hún að trúa á þessu aftur sko. Já, við erum full að trúa þessu. Svo eru talandi um að halda Það er ekki sem með, Ben er ekki á Instagram hennar. Nei, Þú fórst ekki mynda á hún. Jó, það var ein mynd sem við sett saman og fekk eitthvað rosa likes. Já, það getur verið mjög neðarlega. saman. Talandi um pör sem við höldum með, það voru eitt par sem ég gæti ekki verið meira fucking samum og það eru Kourtney Kardashian og Travis Barker en þau voru að gifta sig. Ekki það, sýnir hún getur að hlusta sko. Ég segi, ég gæti ekki verið meira saman. Og ég þúl ekki þessi fucking eins og sé að reyna að vera eitthvað rúlingur eða sko. Pappi minn er að tjólast yfir þessum fréttum potið, sko. Ég held að pappiðin veit ekki hvað Travis Barker er. Jú, pappi er Kardashian maður, sko. Veist þú hvað Travis Barker er? Nei, ég veit Hann var trommar í hljómsveit, veist hvað hljómsveit? Sko, blöð, þú mátt ekki gera mér þetta svona. Blink 182. Já, það er bara fín hljómsveit. Sko, pappi mjög fín minn, hljómsveit. hann er á kafi í Kardashians. Ég er það ekki, en þú veist, En hann horfir- horfði á YouTube eða? Já, og Amazing Race Mál er að pappi þegar eftir hann uppgötaði YouTube og sko hann elskar það, hann bara fréttir, þættir, þetta er allt frítt, segir hann. YouTube, hefur þið heyrt um YouTube? Ég bara, já, þetta er náttúrulega búið að vera smá tíma. Þannig að hann er að missa sig yfir þessu og hann er, ég get lofaði blöð, þér er sama, ekki honum. En, ok, allavega þau gifti sig og heimtu að Elvis Presley eftir herma myndi gifta þau eitthvað. Æ, ég nenni ekki að fjalla um þetta. Þetta var bara slúðuð. Bíddu, þú ert að koma að mest áhugaverða punktunum. Já, Elvis Presley Mér er bara svo samum þau, sko. Já, Hvað er vesin það? þessi Frierson var með nokkra eftirhermur á sínu snærum, gæti ekki lofa. Æ, þetta skipti eitthvað máli, við skuldum auglýsingar. Það er Er rosalega. til eitthvað þreytar en að fá Elvis til að eftir gifta hermur þig. til að gifta þig? Það er alveg sæt. Kannski það er- geggju Elvis eftir hérna sko. Já, en þú veist, Svo þetta er samt- besta í Vegas er. Já, það ekki? bara, þú veist, giftuðu bara. Herru, til hamingju Travis og Kourtney. En Hamingju. við skuldum auglýsingar. Margir sem vildu sjá þetta bara áfram í Eurovision Turn This Around. Ég er að fíla þetta lag, sko. Já, þetta er virkilega gott. Það er algjör gýrun í þessu lagi, sko. Það er alveg átt skilið að fara út. Já, þetta er svona, þetta er algjört föstudags. Já, Það er bara en þið er að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og já, ég er að spá að fara að setja hérna undir ljúfa tóna. Nei, ég kom með þessu. Ég veit hvort það var að keiri, sko. Nei, hvað er að gerast þetta? 10 Hana. years 11 Já, years. strax komið. 11 years Já, þú Herðu, verður að fara, veist, málega já, tími líður. Vá, 11 þetta years. tók eina sekundu þegar við Ég engan var ekki þroska ég sitt í mínu sæti hérna, Steinfó sko. var að gaggrina það sko. Herðu, við hefum aldrei fengið tækifæri til að sitja í takkasætinu. Nei, að því ég kunni það ekki. Nei, Það þarf tækni séni til að setja Nei, þetta. við getum orðað þannig að kann enginn á okkur að sitja þetta. Þú ætla ég að vinna Steinþór. Já, það er komið að Það er bara þessu. að pakka Já. mig saman undarfarið. Ég nenni því Þekkið ekki. ekki. Þekkið ekki og hvað er þetta bara sama regla? Steindi fyrir fyrst að prentaránum? Já, það er bara fínt. Já. Fylltuður á prentarunum. Já, ég þarf Þú að fengir fá einn kaldan líka, það er auðvilt. Já, herðu, það er spurning. Er það ekki bara góð hugmynd? Jú, ég meina, Já, við erum að Og fara nýbúið að fylla túborgjarnin, hvað er með þetta Við með erum að líka? fara á Ara eftir sjó, þannig að Já. Já, ég ætla að gera það. Kikið að apotekið að borða það? Nei, herru, Hvað? þetta var ekki skynsalegt. Fórst ég eitthvað að takka hérna sko? Ha, Ég lendi bjórnum yfir. Ég rendi Þetta var bjórnum ruglað. og hann datt á okkur að takka. Réttu með klassik. Já, Málið er að- þessi er eitur, ég ætla að fá klassik, hann er kaldur. Bílinn Og er í þetta er viðgerð, léttur þannig fyrir þá að sem ég að get fengið hlusta. mér bjór. Herðu, Steindi, já, þú hoppa fram. Wow. Það er ekkert eðla góða bjór maður. Egil, ertu tilbúin? Hann er ekkert eðla góður samt. Já, þetta er okkar bjór. Já, svona, jú, Þetta er ekkert það flókið í dag. tilbúin í gæsalöfum. Þetta er krefandi liður, eins og ég hef sagt í hverju einsta þætti í 72 ár. Grenni við því. Komdu bara með þetta. Já, tilbúin. Það er bara að vinna þetta. Já, vanda Það er ekki að vera okkur trúður til að vinna. Já, það er langt best hann. Við erum á reynskilin.
Máka röddinni með fyrir döðan Mjög sexy Herru, ok, fyrsta spurning 50-50 þegar ég giskið eftir sem er alltaf þægilegt að hafa svona með Ertu mömmu eða pappastrákur? Er ég mömmu eða pappastrákur? Damn good question Já Svona bara, vantur að tala bara í gegnum tíðina bara svona heilt yfir, já Ég er svona, þetta er verið í einhverju sveiflum svona Ekki halda, einhvern veginn Ég heldur að ég hef alltaf verið bara mömmustrákur sko Já, Sko, þetta er líklega nálagt að vera 50-50 koncept þarna hjá mér, sko Já, ok, eru þið einar bestu vinnir? Já, þú veist, bara svona genn tíðina nokkuð, en ég held samt að ég nettur svo blöður hana, ég myndi líklega svarið er samt líklega mömmustrákur, sko Já, Ester er potið að hlusta núna, vel sátt Hlusta, maður sér ekki af einni sekundu, sko Já, mín manneski, sko Það fagnar núna heima Ég ætla rétt að vona sér í pottinu einhvers staðar með rauðvín bara hoppandi heima núna Til lukkum með þetta, Ester Svo var það næsta Í hverju varstu lélegastur í grunnskóla? Hvað fæ ég? Ég var lélegastur í stærðfræði Út af því ég er með lága grendaðastölu Já, við erum báðir að ströggla þar sko Og ef þú ert með lága grendaðastölu Þú ert í vesinni með stærðfræðina Það er eitt ég áttaði með á sko Þannig að ég var góður í stafsetningu og ensku Já, ég var góður í ensku því ég bjóð í Bandaríkjunum og góður í dönsku því ég bjóð í Svíþjóð sko Ég get ekki plussa 2 + 2 sko Það er rosa skrítið samt með mig því að pappi er stærðfræðis séni Líka gamli minn Já, Getur reiknað allt sko Okkur fekk maður ekkert af þessu? Ég fekk bara Ég fjall í stærðfræði samræðubrónu sko Já, líka útasmaður sko Það ástæður út útasmaður sko Já, það er ástæðan fyrir 42 á FM Það er að því að hann kann ekki stærðfræði Það er ok, stærðfræði Þá er það næsta Ég held bara að Steindi muni giska á rétt hann Þannig að þetta er álur vesen sko Já, hefuru sextað Sextað Já, svona að vera Já, þú veist alveg hvað er sextað Já, ég veist, en Sko, kannski ég er bara að vera 100% skot að spurjum Þú veist, að tala bara, þú veist, er ég að senda eitthvað sexy texta að tala penismyndi eða? Nei, ég er ekki að tala penismynd okay, það er ekki það er technically samt að sexta Já, það er að hluta, en þú getur verið til dæmis konan er ellendis eða út á landi eitthvað og saknar henni, þá getur alveg verið að senda inn eitthvað svona, þú veist Hvað myndir þú senda? Ég ætla ekki að bara tala um hvað ég myndi að senda, sko Ég er bara að spyrja hvort þú hefur ekkert gert þetta Ok, sko Það er góð að sitja Það er ekki endilega bara penismynd, sko Nei Eða pungur eða eitthvað hannig Nei, enginn tala um það Já, ég meina, þú veist, vantarlega hafa allir einhvern tíma að senda eitthvað sexy SMS eða ekki Ha? Speak for yourself Já, ég voru að setja affirmative þannig En ég hef ekki verið að taka Richard og senda penismyndur út um allt, sko Hann setti það á vin sinn Þú veist, það er Svona Ég vil ekki senda eitthvað sexy texta Ég skrifaði með Sexy ljóð eða eitthvað Já, líkurnar þú setur bara að senda sexy ljóð Það er meira líkur ég greiði mér ofta, sko Affirmative stendur ég á mér Þá er það síðasta Og ég fekk þess að senda á Instagram í mjög ánægð með hana Ef þú yrðir að borða naked sushi af einhverjum fjölskyldumeðlum hvaða fjölskyldumeðlum eru þið fyrir valinu? Það er vel tæpur að senda þetta á þig sko Ég meina, strákarnir gerði þetta í asíska draunum Sveppi Pétur, þá var Sveppi naked sushi Já, en hann elskar að vera allsbyr ykkur rugli Já, hann hatar það ekkert Hann bara rífus úr og hann fyrir penisinn í bílum og veitir Já, ég hef verið með hann á hótelherbyggi, hann er aldrei í fötum Nei, hann hefur gaman að þið sko Já, Þannig að sko, nú ég aldrei upplifa þetta, ég sé þetta, jú, ég sé þetta Þetta er ekki flókið, það sést ekki neitt Þú liggur bara, sést ekkert Nei, því að sushi yfir öllu, nema og byrja náttúrulega sem að væri hræðilegt Ég geta neðsvæðinu Með ekki farið það, Nei, ekki veitir fjölskyldumeðlumur, þá myndi ég sleppa það Ok, þannig að þegar ég lapp inn í herbyggi þá er þessi fjölskyldumeðlumur covered með sushi Já, nakin, en svo borða allir Þannig eins og ég sé bara, andlitið bara, hæ, hvað segirðu? Og svo verður fjölskyldan, hini meðluminni verða að borða af, en þanga til að, ég er ekki að segja verða að fara allar leið með það Ok, sko, þetta er alltaf Þetta er hræðilegt, sko Ætli myndi ekki heldur minnst weird, ég myndi borða bara af allan ekkur Já, bróðir Já, ég held að ég myndi leggja hana og raða sushi á hann og Það er topp maður, sko Já, ég held líklega að velja hann Já, þetta er geggja svar Ég verði til að vera með Herðu, henduði fram og segðu Steindur komin Steindur komin að spjall hann í bjór Herðu, lagið, hvað er að gerast hérna? Alltaf Svona Give me June boy Nei, þetta var bara nokkuð þægilegt Herru, setja það headphone-in áður ég hækkaði mækniðinum Ég er hún það Pro Já Þú er ready? Já Hvernig var frammi? Það er bara næs Já, ég hitti Já, ég var við prentarann og hann kom til minn Gústi B sem er byrjar að vinna þetta á FM Já
með þætt á 50. TikTok-stjarnan með meiru. Já, hann kom til mín og vorum að spjalla og þetta var svona, ég var að drepa tíma. Já, ertu tilbúin? Já. Ok, fyrsta spurning, þægileg. Já. Ertu mömmu eða pappastrákur? Vá, þetta er ekki þægilegt. Ekki fyrir mig. Já, svona, veist, 50-50 til að giska á eftir. Já, sko, ég er bæði. Já. Ég er ég hringi rosalega fljótt í fóraldra mína ef það er eitthvað. Já. Ég man eftir því bara. En ef það er eitthvað eins og í dag, hvort myndur þú hringi mömmu eða pappa? Segum að vera að fá einhverja hræðilega fréttir. Já, þá myndi ég myndi líklegast hringi mömmina. En sko, máli er að ég hringi pappa minn, sko, pappi, ég er ofta að hringi hann og er eitthvað, heyrðu, það er eitthvað kýtt, þú veist, eitthvað svona, skilur. Hann meira að hjálpa svona. Já, þú veist. En svona bara í gegnum tíðin eins og þú varst úlingur og hana. Já. Ég er að tala bara allt líf. Ég er mömmustrákur. Mömmu? Já, ég er að finna það, sko. Ég er mömmustrákur og og ég myndi verið að segja ég væri bara frekar mikill mömmustráks. Já, samt kannski ekki svara þessu strax. Nei, þú veist, ég heyri mjög mikið í fóreldrum mínum, sko. Og ég er ekki að tala það og talar ekki við pappa en þú sett mömmustrákur, sko. Nei, sko, máli er að, þú veist, ég er alltaf bara með þau á línunni, sko. Þú veist, að reyna að redda mér í gegnum uppstúf eða hvaða bor ég á að nota ef ég er að reyna að hengja upp mynd eða þú veist, ég held að pappa mér myndi grenjur hlátri, ég myndi ringja hann og spyrja hvernig þetta bor upp mynd. Já, hann kann það ekki sjálfur, sko. Nei, ég ringi örgulega mest í þau, sko. Maður ánáttúrulega bara að fara á YouTube og redda. Það er náttúrulega enginn sem ég þekki sem er meiri í símón með þú. Nei. Ef þú ringir meiri í þau mig, þá döðu vorkinni þeim. Já, ég ringi mjög mikið í þig líka. Mér finnst ógeðslega leiðilegt að vera að senda, mér finnst leiðilegt að senda skilaboð. Já. Ég bara þolið ekki, ég bara, veistu hvað ég gerir með þessa? Þú veist, því ég er að svara þér, þú hefur væntanlega tekið eftir, ég er allt út í villum, ég er ekki skrifblindur, ég er bara nenningin svona laga, þú veist, ég bara skrif eitthvað og ég sé bara svona, hann fattar hvað ég á við. Já, Telma, mákona mín er alveg eins. Já, ég vil bara ringi menn, segja bara, Öddi, hvernig er kvöldi, hvað erum við að fara að gera? Ég hef vorið var við það. Þá er það næsta, í hverju varstu lélegastur í grunnskóla, hvað fæ ég? Ég var nefnilega ekki jafn slæmur í grunnskóla og heldur. Ég veit og heldur að ég hafi verið algjör tossi. Ég var ekkert að segja það. En spurði ykkur, varstu lélegastur? Þú veist, ég var heldur ekki, þú veist, ég var smá tossi. Þú varst ekki A-student? Nei, en þú veist. Ég er búin að heyra að þú varst vandrálingur. Nei, ég var ekki vandrálingur. Dóra DNA sagði mér það. Já, sko málið er að þú veist, það var búin til bekkur í Gaggó, Mós. Það sem að allir, það sem kennarnir töldu að væri verið að trufla tíma. Þeir sem er að trufla tíma, þeir fara bara allir í saman bekk og trufla bara hvern annan. Þannig að ég var í þeim bekk. Já. Og þá var ég, sko, það var vesen, sko. Allir komið saman og allir vildu vera fyndnir. En það bara heyrðist hátt í mér. Það er eina. Já, en í hverju varstu lélegastur? Dönsku. Já, ég var lélegastur. Þú veist, ég kann alveg dönsku. Öfugt við lagið. Hvað? Hún var alltaf best í dönsku. En þú veist, hlusta á þetta. Vissa kom til Kangaskóin, you can find an Úðenstói. Lomarænof, Ríkadellar. Hefuru sextað? Sextað? Já. Er það að tala um þá textað kynlíf? Já, mættalega. Já, sextað. Þetta er frasi. Hvað lætur eins og við ekki hvað þetta er? Er þetta fellow kids frasi eða? Nei. Þess að þetta er heima þar. Það veit allir hvað þetta er. Hef ég sextað? Ég meina, við erum stundum í asíska og suður-ameríska draumnum og hittum ekki konuna henni mánu. Já, sko. Varstu þá að hendi eitthvað í grestu og eitthvað svona? Já, kannski svona, þú veist. Kannski, já, ég myndi segja. Ertu grófur sextari? Nei, nefnilega ekki. Ég meira kannski bara svona, er það pössun í kvöld og hvað, er ekki bara allt í kvöld, er eitthvað stemning í gamlega? Það er ekki sexta. Nei, já, þú veist hvað ég við. Ég er svona. Nei, ég veit ekki hvað. Já, svona soft. Já. Þannig að þú hefur sexta. Já, softcore. Softcore. Herðu, það var að síðast það. Já. Hefðu yrðir að borða naked sushi af fjölskyldumeðlim? Hvaða fjölskyldumeðlimur yrði fyrir valinu? Ói bara. Nei. Þetta er ógislegt. Þetta er ekkert svo ógislegt. En þú veist, ég minna. Tekur bara ekkert bitan af því svæði. Ég yrði að segja bróður minn, sko. Já, þú veist. Við værum bara að hlæja. Við myndum bara vera skelli hlæjandi. Það er náttúrulega fjölskyldan hann, sko. Hæ? Já. Viðstödd? Að borða sushið
Allir sem á Öll fjölskylda þar Af því að það er reglan með mér Krakkarnir og allir Nei, ekki krakkarnir Nei, en úlíkarnir og Það er bara fullari fólk Já, fullari fólk Situ þá, myndi ég sitja bara hlýna mömmu minn og pappa Að borða naked sushi og sikir í bróðir Það gengur ekki, þú verður að ræta þetta Nei, þið þurfa að vera að geta sushiðið Já, ok, þá fór ég alltaf að hugsa bara Ói, ég get ekki látið mömmu geta sushi Jú, þetta er ekki það ógeðslegt Þið eru að miskilja þetta Ég veit þetta er alveg skrítið eftir fjölskyldummeðlumur Það er ekkert ógeðslegt við þetta Ég er ekkert að segja að þið náttúrulega Svo ekki nærbuxum Nei, það er ekki naked sushi Þú bara setur fullt af sushi yfir rækjun á bróðinum og þá er allir feskir, það sé ekki neitt Hvað heldur hann sé bara með, þá er hann bara með nokkra sushi-bita Ég veit ekki hversu stóri þið þurfa að vera Þetta er ekkert það ógeðslegt Nei, þú veist, ég er að segja, skilur Það bara séu ekki En þeir fá að vera þar Þú ert ekki að taka þá bita Nei, rosalega skrítið ef að mamma eða pappi eða þú ferði þá bita, sko Ég bara skil ekki konstitið svo að setja upp Það er málið En ertu að tala um að það þarf að klára sushið? Nei, ekki af því svæði Af því ég vill ekki þetta sé ógeðslegt Nei, það er það ógeðslegt Já, það er bara ræðilegt Ég myndi samt en hvað myndir þú breyta svarinu ef það ætti að taka alla? Þá er það bara væntanlega ég Nei, mátt ekki segja það Nú, ok Hvað erst þú með einhverja þörf til að segja? Nei, ég held að það myndi bara öllu líða best ef þetta var ég Þú veist, þá væri ég bara guys, þetta er bara ég Íra, ég myndi gera gott úr þessu Ég held að bróður minni myndi bara liggja hérna í þögn Það er í vesen Ég er svona náttúrulega bróðin er svona 10.000 sinnum gáðar en þú Já, ég veit allt um það En Komin í þetta fyrirtæki og er að segja put his mark on it, sko Já, ég veit það Keyptur frá Marel Já, en ég er að segja, þú veist, já, hann er klár En ég er að segja, sko, ef þetta væri bara ég og hann Það væri stemning En þú ert ekki að fara að breyta þessu þó að fjölskyldan sé hana Er þetta ekki bara sigurgerið? Draumurinn væri þetta væri bara ég og hann Já, það er bara ekki í þessum leikjum Þá ætla ég samt að setja hann Já, auðvitað Já, og ég myndi vilja bara sitja við hliðin á þá Já, það skiptir ekki máli Nei, ég ætla ekki að koma það En Er það hann banka á Egil? Sér hann okkur ekki? Er það banka inn á hann? Já, fattar hann ekki? Hörru, en hvað var þetta ekki? Blindur í símanum. Já, Jesus Christ. Var þetta ekki bara fínt annars? Jú, þetta bara gekk vel. Já. Herðu, þá að fara yfir þetta. Egil, þetta er klár. Já. Legðu frá það síman. Já, ég bara, sorry, ég var blindur í símanum og við vorum að reyna að veifa þær heil lengi. Ég var akkurat í símanum, þú spæði að það er Egil klár. Já, og slík í símanum vorum við að reyna að veifa þær. En það er með skjáfíkn á lokastíði. Það er ekki engan mann sem er jafn mikið í símanum. Nei, ég er háð í símanum. Veitu hvað, þegar ég og konu mín erum í smá keppni og þetta er sönn saga og hérna, að því að þú veist við vorum, ég var búin að segja ykkur þetta, að því að þau vorum ekkert bara að horfa á vídeo og bæði síman. Við erum í keppni, við kíkjum á síman svona af og til, maður sjá, ég er með svona hálftíma, ég er ekki í símanum. Ég er hættur í símanum. Þú syngir alltaf bara. Egil þarf að gera þetta. Ég alveg tala Egil. Okkur að ég hætti að vera símanum. Bara hanga, fletta og skrolla sko. Já, bara, þú ert ekki að skoða neitt merkilegt. Þú ert að eyða tíma. Herðu, ég spurði þig Steinda Egil, ertu mömmu eða pappastrákur og hvað heldur hann að sagt? Sko, þetta er mjög tricky question, sko. Já. Þetta er ekki tricky question. Já, þú veit að sko, hann hefur gaman að seniornum, skiljur. Það er bara... Það var allir gaman að senior. Já, veist, hann lendi í vesen í búðinni, þarna, hægði sér og Stóni leisti það vel og þú veist... Ég leisti það vel, ég leisti ekki neitt. Hljófstu út. Ég bara fylgdi the orders. Fylgdi fyrirmælum. Hann bað bara familíunum að fylgja sér út. Já, það var gott tempo aður út og svona. Þetta er allt í fyrirmynda það, sko. En síðan er velta fyrir mig, sko, ok, er þetta seniorin? Þú veist, en sé fyrir að hugsa. En þú veist, þú ert svona kúri dýr, sko. Og það er líklega mamma þar, sko. Hvað er það að sjá kúri eða mömmu? Já, ég sko held að það er lítið í sig. Það er lítið í sig þá kúrur hann er með gömlu, sko. Ég er 37 ára, sko. Mömmustrákur. Það er rétt. Yes! Ég las hárrétt í þetta. Já, lastu hárrétt þú, það geta sagt bara strax mömmustrákur. Ég bara ákveða svarið. Við hættu að greina svörin. Takk fyrir. Það er ástæðið svarað rétt, ég greindi þetta. Er Egil mömmustrákur eða pappastrákur? Ég ætla að segja að þetta sé líka flókið, þú veist, ég held að sé bæði eins og ég og þetta var close call í honum eins og mér held ég líka. Ég held að, þú veist, öllur á botnin kvöld, sko.
Ég ætla að segja hann sem mömmustráku líka. Það er rétt. Yes! Það er Þetta hlera þetta fram með það Þetta er bara Allt 50. svo sagðir það sem ég sagði það Þetta er 50-50 spurning. Nei málega, nú þarf að láta okkur standa hjá hann á prentarun Þannig að hann getur bara farið inn á FM-appið og hlusta á sig um að tala Þú ert eini sem ert í símónu, þú ert hann frammi. Þetta er furðu accurate Ég var að tala um Gústa B. Þetta er bara sam og það segir þetta allir. Það er allir bæði. Þetta var rosa sérstætt, ok? Egil, Cold shit Já. í hverju var Steindi lélegastur í skóla? Sko, þetta er ekkert eðlilega erfitt, sko Þetta því ég er nokkuð vissum að vera slakur í flest öll Ég vissi að þetta segja. Nei, ég vissi að þetta segja. nei. Ég ætlaði að fara að segja þetta undan honum. Ég er ekki reyna að vera leiðilegur, sko Nei, ég veit. En þú veist, mér finnst ólíklegt að vera góður í einhverju, sko Ég var bara fín. Ég var Þú bara... var svona average í öllu, held ég Já, ég var... Það er ekki svo lélegur. Nei, alls ekki Nei, ég var að fá 6. Ekki lélugur Ég var að fá 6 til 7. 5-6 Já, average. 5-7-5. Já, 5 Og til 7. sko, en málið er, þú veist Sko Það sem ég er að hugsa er Nema íþróttir, ég Auðvitað öskar á mann bara starffræði, skilur Segir bara starffræði, það öskar á mig En það var the easy answer Ég held að sko Það er engin vinur minn lélar í ensku Steindi Nefnum kannski Sveppi Já, þeir eru hræðilegir. Sveppi er verri, sko Þú veist, hann er sko Við erum kannski jafnilega að tala hana En Sveppi skilur hann ekki Ég skilur hann ekki Hann er eitthvað góður í smíði sko. Hann er góður að svona Hann getur borað og djöflast sko Smíði, ég var ekki sem búin að hugsa um smíði Herru, ég þarf svar. Já, þetta er starffræði enska sko Mjög lélur í báðu Ég er bara ekki talið í ennsku Einu sem ég alltaf verið með, allir hann hafi verið að hugsa um grunnskóla en ekki menntaskóla, það er ekki mikið enskukennsla þarna í grunnskóla, það er meira svona, jú þetta, eitthvað smá starffræði. Danska. Fokk, ég glemdi dönsku. Já, danskan Varstu líka ekkert aðra lélur í henni? How are you my friend? Hey, are you having a beer? Heyrðu þetta er flawless Steindi, Þetta er heldur gott svo. í hverju var Egil lélegastur? Heyrðu, hann glemdi dönsku Þannig að hann hefur ekki verið að pæla í því Hvernig læri ég ekki að halda kjafti? Já, ég held hann sé fínn í íslensku Og ég held hann sé bara ágættur Hann er ágættur í ensku Eða þú veist, skilur Hann bara tala ensku Býttu nú við Hann fór í smíði Og hann fór í þetta Ég meina það ekki áfangið það? Jú Varstu ekki að smíði í Mosó? Jú, og ég bara Bakaður ekki og eitthvað? Ég var samt verri í dönsku, sko Bakaður ekki, ég ætla að fara að segja matrislega En þú er aldrei að gefa mig þann option Ég ætla að Og segja geta þegja nú? Ég ætla að segja myndment Starffræði. Nei! Hvoru þeir stig? Ég sí ekki starffræði sko. Já, heyrðu, kanntu að teikna myndir? Steindi. Ég get ekki tekna Óla Brygg sko. Það var að myndment Það var að myndmenn. Já, ég er samt lélar í starffræði sko. Steindi, hefur Egil sextað? Sko bara soft, sko Ég held að hann hafi bara hent svona smá Ég er bara já eða nei. Þið flækja þetta Ég svona. elska að það er að dómarinn og reyðust Já, ég fyrir að taka bjórin að þið, sko. En byrju, af Hefur hann sextað, já eða nei? Why so angry? Af því að við erum konið langt Hann fram er að halda hér aga á krátinu sko. Ég ætla að segja nei Nei, Nei, ég ætla að segja já hvort ætlar að segja? Nei Rámt, affirmative Veistu, ertu eitthvað rugg? Ég veit að maður, ég held kannski að það ekki verið heiðalegu Hefur Steindi sextað? Sko, þetta er alltaf Ég held að eina sem sé í símanum hann að Sigurinn Það eru penismyndir af Steinþór Ég sko, ef síman hann myndi Varstu Já, hreinskilin? já, ég held að segja ef síman myndi leka Þú myndi gleyma símanum Segðu bara Steinþór er game over Já, Já, eða nei? svaraði bara Sko, Tíminn, dómarinn já, þetta er eitthvað Auðvitað þetta já sem ég hendi á Það er rétt. Það er 2-1 fyrir síðustu. Já, næsta Ég sko, ég sagði ég myndi vinna þetta Dómari, áfram með Já, þetta ég er að halda áfram. Hvað er þetta að senda? Steindi, Nei, bara, það er ekki Já, neitt hannig Það er ég eitthvað meina í Egil sagði líka já, þannig að þú getur alveg spurt hvað þú að senda. Já, En en við bara kemur ekki Við við erum konið langt fram með tíma Já, Steindi, Já. ef að Egil yrði að borða naked sushi af einhverju fjölskyldumeðlum, hver yrði þá? Ef þú svarar þessu rangt, þá er Egil búinn að vinna. Já, það er Tjóð konar að dullir á þig nú. Nei, það er sko málið það ég hugsaði fyrst Það er annarkot pappans eða bróður hans af því að það er þægilegra ég held að það sé þægilegra fyrir mann Þú vilt ekki borða naked sushi af mömmuðinni sko Svo fyrir ég að hugsa systir hans þú veist, Akkur er það ekki skara? hún er hress og ég veit að Hildur er þetta mjög hress. Já, ég veit að Hildur og Egil eru mjög góði vinir og þetta er annarkort Hildur eða bróðura þetta er bróður hans Atli Negar. Það er annarkot Atli Það er Atli Það er rétt. Hann er búinn að jafna þetta 2-2. Það setur press á mig fyrir loka spurninguna Ef að Steindi yrði að borða naked sushi af fjölskyldumeðlum, hver er fyrir valinu, Egil? Ok Þetta er mikilvægsta spurning aður minnar Ég segi það nú ekki sko Ég verða að vinna þetta Mjög langt í frá. Sko
Steindi er stemningsmaður og seniorinn er stemningsmaður og ég held að það myndi liggja þetta með súsíð á sig og það myndi skellir hlæja og Steindi myndi geta á honum að það er allir rosa flippaður og ég segi senior, það var bróður hans Það er jafntefli Sástu þegar hann sagði seniorinn og ég gerir svona Þetta var gott pókerfissi Ég pókera þetta sko Dróstalinn En hei, ekki gráta, jafntefli Já, jafntefli Það er bara ágætt Allir sáttir að vinna Við skuldum auglýsingar fyrir löng Þetta er eina af okkar bestu Bríett með flugdreki Hún verður með okkur í höllinni 13. mæ Já Og með þess að á tix.is Hún er líka með sína eigin tónleika Já, hún er að fara í hörpuna Já, og við kvötum fólk að kaupa með á bæði En þessi innkoma var nú ekki til þess að plugga hvorki okkur nýja Bríetti heldur okkar bestu vinkonur Nei, tölum aðeins með Bríetti Hún er svo geggjuð Já, hún er frábær Okkar uppáhalds er mættingasaga Garðars, vertu velkomin Ó, takk fyrir mamma, ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem ég kemur þættin Já. Ég veit það, þetta er í fyrsta skipti sem ég kemur þættin Eftir 10 years Ég Það er held stórfurðulegt það, sem já er Jú, ég hef gert eitthvað svona símaut með ykkur Já En það er bara svona fyrir En varstu ekki mörgum gestur ára þá, síðan. eða? Nei Já, ok, Ég hef aldrei fengið að segja eitthvað svona sem mér finnst Því ég er náttúrulega með svo eldfum að skoðanir Ég skilði það vel En þá eftir að koma í blökastið Þar getum við verið bara að röfla endalust sko. Já, En byrju, hefur En ertu núna þá mætt með þínar Já, endflum sko? og mér langar bara að byrja á því að ræða hérna flugvöllin Ég vil hafa hann, nei, ég vil hafa hann nær mér Það var bara í garðin mjög mér Hvernig ertu? Herðu, ég er ógeðslega góð Ég fer alltaf í svona, þið tekið kannski við þetta svona vormanju maður er í svo miklu vormanju nú þegar sólinn skín maður er eitthvað svo æstur og fullur sjálfsöryggi og Keppnin glaður. það í dag En það er Það ógeðslega er- kallt Það er ógeðslega kallt Já En það er eitthvað, samt er apríl upp á smánuðinu minna því að sumarið, það er svo stutt í það Já. Af því að leiðu að byrja, þá er það búið Já, og nú maður strax byrja að hugsa bara hvað maður ætlar að grilla eftir 3 mánuði Þetta er bara alltaf En ég var að spá, við vorum að tengja svo mikið við það Þegar við erum búin að vera með kvef í svona 2 mánuði Já, Þú veist, það ég er, líka. það er allir þú veist, það er engin veiku það er allir eitthvað tussulegir Já. Og ég fór að hugsa, þú veist Haldið þetta sé svona annað, þú veist, ef við ættum Annars staðar í heiminum, Nei, nei. þú veist, segjum bara, þú veist, hafið þið hitt Portugala sem er bara með kvef í hálft ár Nei, þetta lítur að vera bara því að Það sem mér langar meira að vita er að eru til dæmis börn á Ítalíu og fleiri löndum Já. eru allir það með hór og viðbjóð Nei, þau Er eru þetta bara bara ógeðslega Ísland? glæsileg og falleg Er það ekki? Jú, ég hef bara aldrei hitt Portugala sem er kvefaður sko. Nei, þú veist, Ég held að, þú veist, fólk í svona Suðurlöndum það fær aðra sjúkdóma sem er ekki jafn svona niðurlæðandi Nei, þú veist, ég meina, þú veist, að þú fær bara, fólk fær bara influensu, verður bara veikt, fær flensu, fær kvef, svo fer kvefi. Já. Við erum bara með kvef alltaf í bara svona hálft ár, eins og dóttir minn 2 ára, ég hef aldrei séð hana öðru sinni að vera bara með hór. Já, saman Þú veist, ég er að tala um alveg bara svona grænt hór og bara út allt. Já, Þetta er Ísland Já. í nótskurn Já. En sko, við ætlum að henda þér í kortmyndur frekar En dýrka. fyrst langar mér samt að ræða Þú ert að byrja með sýningu Já. Þið snjólaug við snjólaug Stand-up sýningu Já, bæðabjóði Og ég er mjög peppaður, ég ætla að koma að sjá Það er sko, hérna, ég er líka mjög peppuð af því að það er vor, ég myndi aldrei gera þetta veri, þú veist, november, það hefði ég aldrei sjálfstrýstu til þess að henda Núna er ég bara, já, auðvitað, þetta verður ógæðislega fyndið En og gaman þetta er geggja, þetta er fyrsta svona sýningin sem þú, Herðu, ég var náttúrulega alltaf með Íslandsstrákunum já, en þetta er svona fyrsta þín. Nei, svo gerði ég, svo fekk ég svona vormanju fyrir, bara rétt fyrir COVID Já, og hendi í sýningu og stopnaði hljómsveit vikun undan geggja. sko, og Máni, ég sko kann ekki neitt hljóðfæri og hann kann á klarinett og ég bara, við verðum með 5 lög og þetta verður bara geggjað Já. og svo bara sýndi ég og svo kom COVID Já. Ok, hvað sýndur þú margar sýningar? eina, og svo kom bara COVID, já. bara helgina bara, þú veist, þetta var bara þannig Já. en ég er búin að plata Máni til að koma þannig að vera líka aftur hljómsveit núna Ok, geggja Geggja. Og hvenær er fyrsta sýning? Það er 22. og 23. apríl Við setjum bara 2 og svo ætlum við að sjá til hvort við dundurum í haust líka eða bætum við Ok, þannig að þetta er eina sem að vera í voru Þið getið bætt við þegar gefa selstu Jú. Já, geggja Já, þannig við ætlum bara að sjá hvernig þetta fer Já. 2 sýningar í bóði og fólk getur farið á tix.is gett með það. Jú, og bæjabjó.is Og bæjarbjörn. Bæjarbjörn Þetta er mjög skemmtilegur salur Já, þetta svo er- er líka næ sko því að hérna, Snjólaug er svona þú veist, hún er aðeins eldri en ég og á ekki kærasta og á ekki badn en hún er svona að tala um það hvað er leiðilegt að deyta einhverja aumingja svo get ég tala um hvað er leiðilegt að tala um börn en allir fá eitthvað fyrir Hún sín er ógeðslega skemmtileg. Hún er ógeðslega skemmtileg Já. Já, hún er mjög góð En það er líka einhvern veginn
þú veist, ef þú átt ekki barn þá langaði barn, þú átt barn, ég er ekki að segja að mér langi ekki að eiga barn, en þá fattar maður viðbjóðun að eiga barn, sko. Já, en þú vælir nú helviti mikið. Já, af því að þú ert alltaf svo feskur, hvað er sko rugglaður? Nei, þú veist bara koma börnunni núna í hvað, 6 sólarringa pössun, hittur þau á þriðjudagina? 6 sólarringa? Ég fekk helgapössun. Ég hef ekki fengið helgapössun í 7 ár. Ég sko lofaði sjálfur mér af því að þegar ég var nýbúningarsætti þá talaði ég bara það, eins og bara svona allar mömmur sem er nýbúningarsbarn og ég ætla ekkert að tala að vera móðir núna. Nei, ok. Ég er bara að reyna að setja með markmið. Ekki einu sinni í uppistandur, minnist ekki á það? Já, þú veist, ég ætla ekki að afneitinni ef ykkur spyr. Ég ætla ekki að þykast vera lausu. Ykkur spyr. Þetta verður alla spurningur úr sal, heldur. Spurt að svara. En hvernig, mér stær þetta góða punktur, Egill kemur alltaf ekkert að ræða dóttíðina. Má ég spyrja, hvað ertu á svona ræðum? Hvað er efnið núna? Sko, það er náttúrulega rosalega fyndið þegar maður það er mjög erfitt að búa til uppstand af því þú ert bara einn að reyna að láta þetta í hug eitthvað sniðugt og ég byrja yfirleitt að ég að opna eitthvað skjæl í tölvunni og svo svona, já, það verður gaman að tala um Kára Stefánsson svo skrifa ég bara Kári Stefánsson svo skrifa ég, þristamús svo, þú veist fari í sund, eitthvað svona svo riffa ég bara í kringum það og svo reyni ég að, svo yfirleitt svona Já, þú byrjar bara að skrifa bara okkur mér langar svolítið að tala um þristamús Já, eitthvað svona sem mér finnst fyndið Já og mér langar ógeðslega mikið núna til þetta að tala um alla kallana sem er alltaf að senda Eddu Falag skilaboð Já Það er svo ógeðslega fyndið þar hún er alltaf að sína svona brot og það er alltaf eitthvað svona Edda, hlusta á mig svona message request Svo ég ætla bara að segja þér að hlusta á mig þessi maður sem þú hefur kannski eitthvað heyrt það er ekki ég Það er líka vestaheldi sem við gerum bara svona, herðu, ég veit að þú ert búin að heyra með eitthvað gauður eða eitthvað sko það er ekki ég Það er bara ekkert þegar maður hljóma meira segur getur bara að fara út og bara austurvöld og veifa fána bara En þetta er ekkert ósvipað bara og þegar við skrifum sketsa þegar við skrifum mikið saman maður velur bara svona topic bara ok, það var ógeðslega gaman að þú veist þetta er ógeðslega fyndið hvað getum við gert með það þú veist þetta þú ert bara þar Svo prófa ég þetta alltaf svona yfir matnum á Snorra og fæ stundu góð viðbröð Ég veit að Er hann ekki orðið þreyttur á því? Hann var ógeðslega þreyttur í seinustu viku hann var líka með flensu og ég var alltaf svona já, þér finnst ég bara ekkert skemmtileg En þú veist Ég er veikur En stundum er maður svona í stuði í svona alveg miklu stuði og grínstöði og þá sko er ég heima ég tengi svolítið við þetta þá er ég heima svona alveg að djóka yfir mig og ég kann ekki að velja réttu stemningun í það því að sko það þolir það enginn það er ekki krakkarnir og ekki konu og ég er eitthvað svona djókandi og eitthvað svona þannig ég skil alveg Snorra að þú ert eitthvað mikið að máta brandara Já, ég er mikið að máta Skilur hann, þú ert akkurat í hennar En veistu það, ég er alltaf að hlusta hann spila á gítar líka, skilur Já, Dóra 13 En hann er aldrei að segja finnst þetta ekki skemmtilegt Þú ætlar að henda okkur í hvort það fyrir frekar Já, en svona þú veist Það hefur ekki verið heilengi F9 Já, svona þannig sé ég er með einhverja spurningar Sko Er þetta allir eða er þetta saga? Nei, þetta eru við öll Er það ekki, þú veist ekki ég er að spyrja Herðu, en þetta er bara rosalega bara svona þægilegt því að saga er að koma feskinn sko Já, leiðilegt þetta verður óþægilegt Nei, þú veist ég er að segja skilur Já, ok Megið aldrei aftur segja brandara eða aldrei borða aftur máltíð að mat Þú veist, þú verður samt ekki svangur skilur Þú veist, þú þarf bara ekki að borða Þetta er ekki svolítið slög spurning Já, alveg hræðilegt Þú veist, þær eru mjög slakar hjá mig sko Já, þær eru það sko Ég veit það sko Þetta á að vera eitthvað sem er dúabúð Aldrei aftur borða Nei, þú þarf ekki að brandara Já, þú veist, þú mátt aldrei aftur vera fyndin Aldrei aftur borða Þú veist, þú er aldrei svangur Ég er að segja, þú veist, sumi njóta þess bara að fara og setjast niður og borða mat Skemmtilegt sem ég geri eiginlega sko En það er samt svo hræðilegt að þú veist Það er atvinna en að vera fyndin Já, og líka bara svona þannig tengir við fólk en ef maður tekur það þá bara máttu ekki eins og vera eitthvað spontant Ég spáði líka hvað er leiðilegt að frúta borða og með ekki vera skemmtilegur Nákvæmlega Þú veitur frekar að sitja bara einn og segja endur þess að bara Sitja bara og dælir út bröndurum og svo ertu bara með eitthvað næringu Mér finnst þetta samtalið smá interesting sko Nei, mér finnst það lit Er það? Já, ég myndi hægt að segja brandara Nei, ég ætla ekki að brjóta þessum Það er vinnaðin Hætt að segja brandara Hætt að segja brandara? Ég er ekkert mikið að segja brandara Hvað mennur, þú ert alltaf að segja brandara?
Nei. Þú veist, skilur þú, ok, Það lappa 3 gaurinn á bar, hefur Þú einhver búin að segja mér hérna eitthvað svona krákubrandarann hermukrákunar svona 10 sinni Já, þú varst að segja mér og sögum bara frammi Næsta spurning brandara, máttu ekki segja eitthvað fyndið eða bara Ég að tala um eitthvað fyndi, vera fyndi Ok, þá myndi ég fara í að drekka djúsa Já, ok Egil Þetta ekki eins og blöðvöldi menna, svona official brandari 3 gæja lappin á bar, þannig brandari Varstu að menna það? Nei, þá þætti maður bara að sitja á sér eitthvað Ég svona segi 4 bara, sem yfir ævina Ég er ekki að tala um 3 gæjarinn á bar Bara venjulega brandara Já, ég þarf samt að geta farið í steik og raukt í miður hann að þið eru finnir og ég skal bara Og líka DJ Já, rétt Já, það er bara DJ fyrir Lára Góttu með næstu Herru, næsta Þessi hérna er svolítið skemmtilega Þegar ég held að hún verð ekki alveg eins og öllum Aldrei eftir að sjá leikrit Eða aldrei eftir að sjá kvikmynd Það sé létt fyrir mig sko. En ekki það, ég er núna sko að segja, mannstu, ég lofa þér að fara ég mætti á veislu Svo gaman. Herru, ég mætti á veislu og það var geggja Hvar varst þú? Ég skeit Það er bara Þið verðið samt að sína meira af því Ég veit Það var bara svona sketsalegrið, ég dyrka það svo fór ég að bubbi Því ég er að skána, því að Saga er búin að skamma mig í svona þú ætlar að koma- 5-7 ár Já. eða eitthvað. Ég er svo Ég er að ógst verða- spennt að fara með þig á í Mengi á svona múmtónleika í Mengi Ég til í þetta allt saman Já, bara þú veist og helst sko bara Skuggabaldur. Já, og Takk fyrir dæli hann bara einhverju ofskinnunasveppum En ég gæti ekki hætta að horfa á kvikmyndir þannig að ég myndi því miður hætta að horfa á leikrit Ég held að ég ætla að velja það líka Kvikmyndir að horfa frekar á kvikmyndir Já, Þú veist, ok. ef þú ert á aldrei skilur, Já. því það er svo rosalega margt sem þú getur gert í bíóir sem er ekki hægt að gera á sviði Ef ég mætti fara, þú veist, svona uppistandssýningar eða kannski svona ljóðaslam maður hver elskar það ekki Já, það elskar Það elskar allir ljóðaslam Gjörningakvöld í fjörunni, ég væri til í það já. Nei, þetta mætti að léttur í þig Hættir að horfa kvikmyndir Egill Ég er að movie buff alltaf, ég sé vel kvikmyndir Hefur þú farið í leikhús, Egill? Já, ég er bara allt og sjaldan Ég meina Steinnólan var að skamma daginn Bauð mig líka eitthvað og þá var ég eitthvað að fara út og eitthvað En ég mun líka reyna að gera það með þar Já, þú verður að gera það Leikhús er skemmtilegt og sérstaklega En má núna að drekka bjór, þú situr Já, Thank you, það er key Það er Eftir ég komst að því, sko. sérstaklega þú vorst á sýningu þess að veistlu og svona Svo gaman að vera með bjórinn inni Herðu, pæli hvað var galið þegar við bara frumsýndum þá var sko ekkert hlé mátti ekki drekka neitt borða neitt og eftir sýningar varð að hleypa út í sóttvarnarhólfum Hverjum datt þetta í Þú hug? veist, og bara hverjum dætti í hug að fara í leikhús á þessum tíma skilur bara hræðilegt. fylgar hetjur hafsins Bara hvernig var veistla, hún var svona, veist, þetta er ekki stemmingi sem hún vilt hafa Nei, þú ert bara eins og eitthvað svona fang Já, þetta er agal Mér erst vantast samt meira leikhús eins og veistlæðir að þú mæti bara, þú veist, að sé svona, hvað getur maður, bara sketsasýningar Já, Mér erst vantast meira Mér finnst það geggja Já, það geggja Herru, er þið til í Og ég sagði síðustu? það, ég dýrka já, þessu ég til það Síðasta er svolítið skrifið fyrir sögu af Því að, Saga, það er nú ekkert langt síðan þú byrjar að drekka Ó, var svo gaman Breyti lífið mínu Það gerði það Hvað varstu gömul þú byrjað að drekka? 27 ára Já. Mér leiði sko eins og ég hefði farið í gegnum lífið og einhver hafði sagt um eitthvað svona þú veist eins og ég hefði bara haldið fyrir nefið og einhver hafði sagt eitthvað þú veist þú getur andað inn nefið líka Þú veist, mér leiði alveg ég bara skildi ekki að ég hefði ekki orðið fyrir meiri þrýstingi Nei, en veistu hvað af hverju það er? Ég held að sé bara, þú veist, ef þú ert komin yfir ákveðin aldur bara, þú veist, þú ert orðin bara 20 þá er að vita, bara að sagða, hún drekkur ekki og það er Já, bara þannig einmitt. Þetta var útlæð skrítið að við varum alltaf að óta bjóra á Jóni Jónssoni Jón, Já. takt einn Jón Ég held að fær En okkur- þrýstingandi kringu 20 svo er þetta búið Já, Já, er einmitt. það ekki? Já. En hvernig var það? Þú sagði mér einmitt að þegar þú varst bara svona, ég ætla bara að prófa að fá mér eitt rauðinsglas þá var allir bara, Já, sko, Saga. fyrst byrjaði þetta náttúrulega þannig að þegar það var svo mikið af svona foreldrum ofta að koma til mér eitthvað, dóttir mín ætlar að vera alveg eins og þú Já. og svona úrlingstúlkur eitthvað svona, ég ætla að vera alveg eins og þú þannig ég fann fyrir svo mikil pressu á tímabili þá var mér fara að langa að drekka loksin, skilur, þeir tók mér líka svo langa tíma, ég var svo góður úrlingur, ég tók ekkert úrlingsarinn út fyrir en bara milli 20 og 30, þá svona fór ég að fara, þú veist, out sofa hjá okkur sem að mömmu og pappa fíluðu ekki og gera bara eitthvað svona astalega hluti sem fólk var búið að gera þá var ég að gera þetta og hérna og þá var ég eitthvað svona, ok, ég ætla að fara að byrja að drekka og ég manni varum upp í Borgarleikhúsi og það var eitthvað hérna frumsýning búin og ég bað vinkonu mína þú veist, ég er 27 ára þarna að fara að sækja freyðinsglas og hitta mér á klósetu ég ætla að drekka það þar þú veist, ég var svona fann að gera þetta svona laumulega því að mér fannst þess óþægild svo byrjaði ég með Snorra og hann bara hei þú veist, það er nú bjóður og byrjaði eitthvað svona að sulla í mig og hann var svona að hvetja mig spilti hann þið svona? algjörlega og hvetja mig til þess að svona bara svona þú veist, ekki vera feimin við þetta og þá var alltaf svona fólk að koma til minn eins og ég væri bara að fallin sko hæ, býtu, hvað er að gerast hér, sagði mín Já, einmitt ertu byrjað að drekka Hvað er mamma að? fór í algjöran mínus hún hélt bara
Ég var á leiðin inn á Vog. Það er nú ekki eins og þú sitt að drekka mikið. Þú færði bara rauðinsglas með mat og bara hafa gaman. Nei, ég drekk rosalega mikið. En það er samt ofta hættulegt að fólk byrja seint. Ég veit það, ég hef nefnilega heyrt bara það. fyrir yfirum, sko. Já. En hvað er síðasta spurningin? Síðasta spurningin var basically aldrei aftur að drekka eða aldrei aftur að keyra bíl. Ég keyri ekki bíl. Hvað meinur Ég kann ekki að keyra hann. Nei, ok, vera farþi í bíl. Vera farþi í En bíl? þú veist, ég vissi ekki að þú keyrir ekki bíl. Akkur keyrir ekki bíl? Mér finnst svo leiðilegt að læra það. Nei, ertu ekki með bílpróf? Nei. Í alvöru? En þú átt bíl? Þú sagði mér daginn á því bíl. Ég hef lengi átt bíl en kann ekki að keyra hann. En ég get alltaf sagt, við getum farið á bílnum mínum ef ykkur vill keyra hann. Keyptur þú bíl sem þú getur ekki keyrt? Nei, ég fekk hann að gjöf. Hvílík gjöf. Foreldrar mínu gáfu mér hann svona til gamla bílinn sinn til þess að ídöndar ég myndi fá mig bílpróf. En það bara virkaði ekki. En er það ekkert erfitt bara í mömmuhlutverkinu að vera ekki með bílpróf? Sko ég kom hinga á hoppjóli. Jú, í mömmuhlutverkinu. Hvernig sækjur á leikskóla og svona? Sko, annarkvæmt bara labba ég eða Snorri kemur með mér. Já, leikskólinn er í grendinni. Já, svona eiginlega, já. Já. Ég myndi þurfa að hætta að drekka. Ég verði ekki að vera farþi í bíl. Það samt? Já. Já, maður vill að þegar maður fer til útlanda þá vill maður geta farið eitthvað í bíl. Já, en sko málið er að þú veist, þetta er samtalið sko blöðri, þú veist, þetta er erfitt sko. Nei, ég þarf ekki að setja í bíl. Já, hvernig að komast út á Keflavíkurflugvöll? Strætó, það gengur strætó. Ég er feskur sko, fyrir ekkert hætti að drekka. Já, þetta er bara það því miðurstendið, það krefendi bara, við erum bara hættir. Og ekki segja og allir þá bara byrja á einhverju bólivísku örusli. En við minnum á sýninguna hennar sögu og miðastæðina tix.is og bæjabíu.is og þetta er helgin 23. og 22. annan apríl. 22. og 23. Já. Gekkja, hlakk til að sjá og ég verð hérna á fremsta bekk. Takk hella fyrir kominu besta. Takk fyrir mig. Þetta er fyrir að hér á FM 957. Við erum ekki í beinni útsendingu núna. Afsækja röddunum í fólki á mér. Þegar við erum mættir hérna inn í klefan góða við Steindi. Og það er rétt hjá þér. Þetta er síðasti þáttur fyrir páska eins og við höfum komið inn á því að bæði Steindi og Egill verða erlendis páskana þetta árið. Já. Þannig að við ætlum að henda í þessi dagskrárliður, bylgjuleikurinn, ferðarleikur bylgjunar, hann byrjaði fyrir árið síðan páska. Einmitt. Þannig að þetta er eins ás ammali. Mér finnst eins og hann sé ekki eins ás. Mér finnst eins og hann sé bara svona 3 mánaða. Við höfum ekki tekið hann það oft. Nei, hann er búin að vera spari. Þannig að við ætlum í bylgjuleiki núna og spyrja út í páskana eins og þetta byrjaði allt. Já, heldur betur og sko, ég er að spá í einu. Og tekur náttúrulega, hvað gerðist á föstudag langa? Já, maður sjá. Ég verði nefnilega að vera aðeins undirbúin, sko. Sko, föstudag langi, ég tek það, svo af hverju höldum við upp á páska. Já. Og svo þarf við, uppstillingadagurinn. Uppstigninga. Hvernig? Hæ? Uppstigninga? Nei, ég veit þetta. Ég bara trú ekki, þú þarft ekki, þetta er uppstigningadagur. Uppstigninga? Uppstig? Hvað meinar þau? Uppstigninga? Já, hvað heldur þau að segja að því að vera að stilla upp í alla búðir? Nei, ég bara hef aldrei átt að með á því nákvæmlega. Þetta er ekki uppstillingadagur. Þú ert ekki svona vitlaustindi. Nei, ég er bara ekki fróður páska. Það er bara hannig. Ég er fróður allt annað, þú getur spurt mig um eitthvað annað. En helst þetta væri bara uppstillingadagur. Ég get sagt þér frá bara, nú er UFC. Jú, ég get sagt þér frá hellingarhlutum. Já, ok. Sko, uppstigningadagur. Já. Já, ok, ég tek það líka. Og veistu hvað gerist þá? Uppstigning, þá vantilega steig hann upp. Hár rétt, eins og ég sagði þér. Já, erum við ekki allir klárir hérna? Já. Erum við ekki allir bara búin með menta og... Það ætla ég að vona. Það er eitt að sko bölva Jay-Z annað hver dag en að vita ekki söguna. Ég er ekkert að bölva Jay-Z, nei, aldrei. Þetta er aðeins svo mikið sko. Já, hann má bara vera algjörlega, ég læt hann algjörlega í friði. Ég þarf að vera með hljóðu mín klár. Ég er ekki annað maður bara. Ég þarf að finna það hérna á YouTube. Uppstigningardagur, já. Og ég hringi eitthvað sérstakann. Konu eða kall? Ég var til í konu, mér veist kallarnir oft skella fyrr á. Mér veist eins og konuna séu með meira þolumæði fyrir þessu. Ok, maður sjá, ég var með game show theme hérna. Ok, það er komið. Það er eins og, sko, þú veist, með stundur svona að þær eru kurtisari. Ef við skoðið. Ertu með öll, hérna, ok, hérna þetta er klart. Nei, ég er ekki með þetta heldur, maður sjá. Ok, finn þú þetta og meðan ég hringi. Nei, byttu. Ég er ekki með góða hluti fyrst mér. Þú þarft ekki að vera með hennar hluti. Sko, ég er með glös, ég held þetta, hvað er þetta? Klórtöflur? Nei, þetta eru klútar til að þrýfa stúdíóð. Ég ekki hissa og þekkir það ekki, þú þrýfur aldrei eftir þið. En byrju, inn í þessu, þetta er eins og klórtöflur. Já, lendu bara í þetta.
Ói, það lekur úr þessu. Já, sóttreysandi, það nú ekki ógeðslega það. Ég kom inn í buxurnar og allt. Ég ætla að fara í buxunum. Þetta eru sömu buxur ég fyrir í kvöld. Já, þetta sóttreysandi. Ok, ég leið Þannig þetta. að þú varst basically að þrýfa það buxuna. Það nammi. Buxuna þína. Ég er með nammi. Já, mér er alveg saman. Nú ætlum ég að hringja stendi. Glösin. Þetta er bara komið gott. Já, ég er með eitthvað. Svo eru pennar hérna og eitthvað. Ég hefði viljað betra pennaveski hérna. Ég hefði viljað betra stöf. Gameshow. Manstu, þú ert líka Ívar og Heimir og allir. Já, ég tek á. Bensín á bílinn og sumarbústað og afnót af fjólhjóli og ég veit ekki hvað. Inneign hjá maturubúðum, ertu tilbúin til 3 auðveldar spurningar þannig að þú ert nú nokkurn veginn komið með þetta en við verðum svona að spyrja, ertu klár? Ég er ekki klár en ég er tilbúin. Þú ert tilbúin, það er frábært. Þá byrjum við. Hvað gerðist á föstudeginum langa? Já, ætli ég er svona ekki krossfestur. Krossfestur segiru? Jésu krossfestur, má ég sjá. Ok, Heimir, erum við ekki örugglega með þetta, Heimir? Já, það er komið tími. Það er komið tíma á þetta, má ég sjá. Og því miður það er ekki rétt, Jórun. Við höldum hérna áfram. Af hverju höldum við upp á páska? Jórun, af hverju höldum við upp á páska? Þetta var náttúrulega... Við þurfum að fá svar, Jórun, af hverju höldum við upp á páska? Þetta er náttúrulega allt í tengslum við þessa kristilegu hafn, Jésu Krist og allt það. Ég hef ekki nálega, ég get ekki svarað þessu. Hörðu, má sjá. Við kíkjum á þetta allt saman sem er í nálægð við páska. Sagðirðu, eða hvað Jésu, býttu, það er því miður ekki rétt, Jórun, en við erum í stuði. En það sem gerðist páskana í rauninni var að okkar besti maður átti afmæli og hefði byrjaði þegar hann var 19 ára gamall. Við höldum áfram í 3. spurningu, er það ekki Heimir Karls? Það er 3. síðasta sens. Það er 3. spurning, við kveikjum hérna á öllum lögunum og þá spyr ég, hvað gerðist á uppstigningadegi? Þá mun hann hafa stigið upp til himna. Hvað segirðu? Þá mun hann hafa stigið upp til himna. Þá steig okkar besti maður upp til himna, hvað segirðu? Má sjá, ok, má sjá. Sjá, ég er að skoða svarið. Ok, og við förum í svarið, strákar. Heimir, við þurfum að láta ganga og ég var að sjá og það er... Jórun, það var því miður ekki rétt. Það var þá sem sagt þá fékk hann sér síðustu kvöldmáltíðina sem var hans svona síðasta kvöldmáltíð, kjöt og fleira sem hann borðaði og snætti með lærisveinunum góðu. En Jórun, við erum samt í fantastuði, vinningur fór ekki út í þetta skipti, Jórun mín. En takk fyrir að taka það, það er ekki bara gaman að þessu? Það er rosalega. Er það ekki? Segir það, Jórun mín, takk hella fyrir þetta. Vertu blessuð. Ég var bara að gleyma hvað þetta ekki þvæla bara. Ég fann bara hrísverki í þessu böllum. Þetta er að bössast þetta áfram. Þessi var í gangi. Já, slökta á þessu öllum að þetta var páskaleikur bylgjunar. Ég fekk höfuðverk. Þetta er svo mikið bull. Það læri ekki nokkra á. Ég þarf að vera búin að undirbúa svolítið svörin í þessu. Ég var svona ég er búin að segja þetta off. Ég veit ekki okkur úr stað þessu. Pennaðskið, algjör óþóri. Svo tókst þú braust penna og varst að veipa á eitthvað. Fyrir hvað? Akkur ekki bara með hljóðin í tölvun? Þú veist, hlustaðu, þetta gerði helling. Það gerir ekki neitt. Já, þú veist, þetta trublar. Þetta á að vera svona svolítið trublandi. Hún á ekki alveg að fatta hvað er í gangi og þetta er svona tens. Ok, ég náði það ekki. Ég hef aldrei pælt svona mikið í þessu, en þetta er bara svona, þetta var allt hérna, skilju, á borðinu. Já, svona, ég er bara að reyna að hjálpa þér. Ég er að reyna að segja þér að þetta sé algjör óþörf að vera að hrista eitthvað póka og... Já, ég skilji. En ekki miskilum, ég hefði mjög gaman að þessu. Svo glös hérna. Já, nýttu þau vel. Þetta var páskaleikur bylgjunar. Vonandi höfðu þið gaman að þessari þvælu. Og vinningurinn fer ekki út af þessu sinni. Nei, hann hefur aldrei farið út.
hlýtur að fara út þetta Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og já, við erum í Fantagýr, drenginir. Já, og vinningurinn fór ekki út í páskaleik Bylgjunar. Nei, en það eru hins vegar vinningar á leiðinni út á miðvikudaginn þegar páskabingo Blöðkassins verður í beinni útsendingu á Vísi og Heldur betur. Vísir TV og, nei, stöð fyrir Vísir og Vísir.is. Vá, ég fekk svona breinfart. Já, við höfum verið með bingo einu svona áður. Já, Við vorum það var með- geggjað. Já, við vorum með 9 árs bingo og það gekk mjög vel og við vorum glaðir. Nú er páskabingo. Nú er páskabingo, við erum búin að stækka þetta svolítið. Það er bara svolítið hannig. Þannig að hérna, við ætlum að vera núna á miðvikudaginn 13. maí, Já, opin dagskráblöð. það sjálfsögðu, það er allt í opinni dagskrá á Vísi, sko. Já, og líka stöðtöfvísir, það er opið. Þess vegna þarfst ekki að tilkynna. Nei, já, opin dagskrá. En þarf að vera áskrifandi Blöðkassins til að taka þátt. Já, sögum reglur og allir áskrifendur Blöðkassins fá 3 spjöld eins og síðast og vinningarnir eru sturlaðar. Það er Icelandair með 100 það er PlayStation 5, það er Room frá Dorma, það er fritt í Luxusalinn í heilt ári á Sambíónum. Já, miðar á tónleikana. Miðar á tónleikana, Freyja ætlar að gefa öllum páskaegg. Hátalara frá Origo. Já, þetta er bara... Það er bara endalist að drasli. En máli er að þú veist, þetta verður geggjað. En eins og ég segi, þá er sko kostar 1390 að taka þátt. Já, en þú getur við líka þurfum hlusta bara á alla þættina. Passa, já, ég meina vonandi Kemur fólk inn og hlusta bara á þættina. Já, en það þarf að gera sama og síðast svo að serverin haldi og það er að sækja bingo. Við förum inn á þetta bara Instagramun okkar. Já, já. Því að við erum að fara núna í dagskráliðin Hver á röddina í umferðinni. Erum við að fara í hann og núna? Já, nýjasti dagskráliður F95 Blöð. Hann, sko, það var svo mikið að vera hjá okkur síðast að við náðum ekki að fara í hann. Ég ætla ekki að láta það að gerast aftur. En ég vil minna á það að ég vann síðast. Er það? Já, Þetta sagt þig? ég vann. Alveg rétt, þú vann síðast. Já, vann hann síðast Já, Það er Hann vann 3-1. einu sinni, sko já, hann vann síðast. Ég veit að það er 3-1 í þessu. Herru, þá verðið þið bara að hlusta vel núna og ég veit að það eru örugglega fólk líka í umferðinni og Það bara er heima. 3-1 Það er alveg skellur Já, að hlusta Er og þetta A, B eða C celebrities eins og Egill kallar það? þetta er allt A. Já. Ég hlakka til að ferði í B og C celebrities Það verður þetta alveg battle, held ég Já, já, þið er oft erfitt með A-selebin þannig að ég veit ekki hvernig verðið þá að við erum konið í C. Er þið tilbúinir? Já, já. Hér kemur fyrsta röddin og ég spyr, hver er þetta í umferðinni? Það er aðeins þar Býttu, halló, ertu Steindi. Ég var fljótur núna. Þetta er okkar besta Steinun Ólína. Það er hárrétt. Yes! Býtu, hvað er að gerast með Steinda hérna? Hann er að svo hægt í umferðinni? Sér ekki ég er að motherfucking Toyota Yaris? Ég var alltaf, veistu sko, leið og ég sá hendina Toyota Leið og ég sá Yaris. hendina hann að fara upp Þá vissi ég svarið Þú þetta panikar. En hann var bara sneggri Já, herru, síðan hvernig gerist það? Þú varst alltaf undan hún. Já, það er bara dött Steini Nólina Það er er bara rétt komin on a roll og staðan er 1-0 fyrir Það er Steinda. eftir eigu að stenda hann er komin í gýrin, sko Býtu, er þetta svona keppni að þú ferð lengra þú ert með sjálfsfröst? Já, Ertu það er núna svona- Nei, nú sér bara hann er glottandi með yfir skækjana Ég hef aldrei séð hann í svona Ég er bara Skækja þetta pössunir að fara fyllir í kvöld Ég er glaður. Hann er bara að pakka mig saman í dag En strafgar, ég er ekki að djóka, ég er samt alveg sammalagli. Þetta er svona, sko, ef þú hittnar í svo leik, þá ertu eiginlega óstöðandi. Já, hann er sjóandi nú Egil verður að jafna núna til þess að Já, eiga séns. ég held að sé að fara að pakka mig saman nú Ég spyr, hver á þessa rödd í umferðinni? Ekki vera á vinstri. Ekki vera á vinstri. Þú átti ekki að vera á vinstri nema þú ætlir að beygja innan mínútu. Engin hönd fór upp. Nei. Þetta eru mennóndi kaldir. Nei, maður vill ekki fórna atkvæði. Helviti þetta krefjandi og blöð í dag Þetta er beint aftur. Beint aftur, þeir fá annars Við séns. þurfum 3-4 ensli Já, þeir fá kannski 3. Hlustiði vel. Hver er þetta? Ekki vera á vinstri. Ekki vera á vinstri. Þú átti ekki að vera á vinstri nema þú ætlir að beygja innan mínútu. Hver er þetta í Ég ætla að setja umferðinni? hendinu upp. Ég ætla, er það ekki þannig að við fáum 2 atkvæða mann? Ef hann á næsta rétt. Já. Ég ætla að segja þetta til Frikki Dór. Það er rámt. Spilum þetta einu sinni enn. Ekki vera á vinstri. Ekki vera á vinstri. Þú átti ekki að vera á vinstri nema þú ætlir að beygja innan mínútu. Jesus Það er ekki að vísbendingu. Mother Já, Er það alveg tómir? Já, þetta er krefandi að blöð Þetta er mjög krefandi Það ég ekki að réttu upp ef þú gefur vísbendingu og hljóta á núlstill og ég fá Já, aftur. ok, viltu giska áður ekki vísbendingu? Nei, ég veist Þú fær fritt gisk á hann að Já, gefa ég vísbendingu. veist Ég get alveg giska bara á þig, sko Ég Það er sko. rámt. Ok, vísbendinga á þess að gefa of mikið upp. Já, Ok, þessi einstaklingur, he likes the finer things in life. Ok, spila þetta eins og þá Steindi. Þetta er Sindri Sindra. Það er hárrétt. Yes!
Ég heyra þetta 2-0, hann komið sigur Þetta var ekkert svo líkt honum, konginum Sko, þegar hann sagði þetta Hann er spekist feðum, sko Því ég veit að, sko, Sindri er mikill Gucci maður, sko Þegar ég heyrði blöð gefa vísmyndingur Sko, ætla hann að feika þetta vel Ef að Steindi nær þessu þá fyrir hann bara að jafna það á stigum í heild þannig að þú verður að muna það líka það er ennþá undir Þetta er álur vesen, sko Ok, hvað með þetta? Hver er þetta í umferðinni? Ertu ekki að grínast hvaða helvítis fíbl leggur svona? Færðu bílinn! Færðu bílinn! Steindi Þetta er Sigrún Ós Það er hárrétt! Það er 3-0 Ég vissi að myndi reykja mig í dag Já, þetta er greinilega leikur sjálfströðsins Ég rúlaði honum upp og reykti svo rétt Hann pakkaði með sig Eina sem er pínu ljótt í þessu er að þetta er 2 innanhúsrattir og Steindi er einn á hverjum degi Þetta er allt leikara En hann hafði reyndast til nólinu, sko Ég vissi það enda, hann var bara snegri Hann var snegri 3-2 í keppnum og sveimi þá ég held að heldast í En ef þessu ég hefði getast einu þá var hann unnið með 2-1, sko Þannig að þetta er eiginlega bara, þið tapaði þetta En be the bigger man og segðu til hamingju Egill Ha, mikið stein Þór Takk fyrir FM 95 Blu. Það eru Slippfélagið og Loop sem færa þér FM 95 Blu. Hárrétt, Slippfélagið og Loop sem færi ykkur FM 95 Blu og að sjálfsögðu Keiluhöllin sem að er með happy hour föstudag og laugardag frá 9 til 11 og rúta í bæinn. Herru, við erum eftir að prófa það að fara í karaoke í Keiluhöllinni og láta rútuna skulla okkur niður. Það er eitthvað sem ég verð að prófa, sko. Að karaoke Blu sem ekki búin að fara hana. Það er ótrúlegt. Já, þú getur að fara í Keilu hana. Ég veit það, elska Keilu. Karaoke og vantar bara boccia þarna. Ef að Jói setur boccia-vallarninn. En akkur lætur ekki bara sé Jó græja þá getur búið þarna. Já, það er bara þannig. Það er ekki flóknar að bjór þarna og dælu. Já, læt á dælu með Ég fór í bingo daginn þarna hjá Sveppa. Já, var ekki stemning. Ógeðslega gaman, ég tók familíuna með og Sveppi grófur og svona krakka bingo. Nei, já, hann var geggjaður bingostjóri og ég sko tók seniorinn og mömmu með og hann aðeins þetta gaman, já, djókaði hans í seniornum og svona. Já, ok, alltaf gerast. Hvernig er helgin, ég veit eiginlega helgin ekkar Steindi, við erum að fara að sjá Ara Eldjárn á eftir. Það er rosalegt. Já, við erum að fara með konunum og út að borða á undan. Já, það er veistla. Þú ætlaði ekki að vera mökkaður? Jú, ég ætlaði að tala eitthvað vel í því í kvöld. Munun á mér á Steinda samt ég er með pössun til 12 en Steindi er með til fram á sunnudag. Já, fram á sunnudag, sko. Það er ekkert eðlilega vel gert þetta. Þannig ef við ætlum að halda eitthvað áfram eftir Ara Eldjárn þá þurfum við bara að vera heim í Partners. Já, ég rekna bara með því að við sem að fara heim til þín að drakka rauðin og fara í Partners. Hefur þú spilað það? Það er skemmtilegt. Já, tók mig svona 6 klukkutíma að læra það. Nei. Hvernig getur það verið? Þetta er svo lúdó. Þetta er einfalt að spila. Hversu heimskur ertu? Mjög heimskur, sko. Ég vinn í útvarpsfjöflu, sko. Já, það er fullt að liða í útvarpi sem kann lúdó. Sendur FNÍ fyrir 7 fyrir aftur það, sko. Ég veit það. Ekki díkó. Það fyrir samt getur ekki spilað. Nei, ég bara tekur tíma að læra þetta, sko. Ég ætla ekki að vinna bara hjá Microsoft, sko. Nei, því miður, sko. En þú veist, ég eftir þess að 6 tíma, þá er ég svona farin að geta hang of it, sko. Já, þetta er mjög skemmtilegt. En svo er náttúrulega við erum með gig á morgun allir saman. Nýr staður í Keflavík, Luxus. Já, það er sko, ég er að vakna snemmi fyrirmál og fytumæla fólk og eitthvað og ég er frá út á þriðjudaginn. Já, sko, það er skemmtilegt, það eru margir búin að senda á mig, verður ekki örugglega páska þáttu föstudaginn langa. Ég er eini vinnualkin hérna því ég er til. Steindi og Egill eru að fara til útlanda. Sko, Steindi er í Legoland, sko. Sko, ég get ekki þáttinn eitt, þannig að þetta er ekki mér að kenna. Þú reyndar að geta það, sko. Mál er að ég er að fara til... Nei, ég tjekkaði með þess að Sveppi líka erlendi, sko. Nei, drengir, ég er að fara til Billund. Ég er að fara í Legoland, í Vassarnebradagarð og í Dýragarð. Já, sem er skrítnast við, þú ert að fara einn. Það er ekkert að því. Nei, ég er þetta rugglað. Það var bara eins og sé að leita. Það var mjög skrítið. Ráu meintandan yfirvarskjökk og í vesti í Legoland. Það er rosalegt. En málega drengir, það við erum alltaf að tala við viljum bara ferðast með fjölskylduna sem er bara, ok, þú tekur eina vél. Það er svona Tenerife oft fyrir valinu. Þetta er ein vél, 3 tíma frá, komið gott viður og allt í gangi. Þannig að ég er að fara til Billund með familju. Það er gott viður allstæðan með Íslandi. Reyndar er, sko, við erum byrjað að sjá Byrtu og svona, það er helviti gott. Það er bara hannig. Og sér eru við félagarnir á morgun á Lux sem stytting á Luxury í Keflavík, ný staður eitthvað. Við erum aðeins að koma okkur í gýrin fyrir höllina. Við erum aðeins að æfa okkur fyrir höllina. Við Steindi vorum í Keflavík daginn með bingo á Stappa. Það verði sama stemmingin að það. Það er 100%. Strákar, yfirleitt er að við förum og tökum svona gig, þá er það á þjóðatíð. Við ætlum að taka í höllinni og við höfum þetta svolítið spari. En á morgun
þá ætlum við að taka Keflavík. Keflavík okkar bær. Ég að vona að fólk koma úr bænum sko. Brönu upp yfir. Talandi Keflavík, það Keflavík Tindastóll í kvöld í körfunni maður. Já, og svo aftur Tindastóll Keflavík á mánudaginn í síkinu og það eins gott að króksarar fylli síki, annars verður brjálaður. Getur Tindastóll núna unnið byggar? Orðið Íslandsmeistarar. Ég farin að, og ég verður örgulega gert grína mér en ég fann að trúa það, já. Hún að vinna 8 leiki í röð. Þannig að ef það gerist Íslandsmeistaran úti vellundaginn. En þú veist alveg að þú varst búin að segja það. Ef það gerist, það fæði mig krókódíla-tattoo og ég verð fullur í viku. Hvað farið krókódíla-tattoo? Mér alveg saman. Bara stóran upp allt bakið það? Nei, sko ég er með tattoo á einn í raskin, setja hann ekki á hinn. Það besta við þetta er að ef blöð allar að fá svo krókódíla-tattoo þá fæ ég með krókódíla-tattoo. Á allt bakið? Já, það veit ég ekki, bara einhver staðar. Þetta er ekki stór. Já, þetta er svona dregi upp allt bakið, það er rosalega svona krókódíl eins og dregi. Málið er það, fyrir mér er sko tattoo er stemning sko. Þetta er ekki stór ákvörðun fyrir mér. Ef þú myndir hringja mig og segja, herru, ég ætla að fá mig krókódíl á bakið, þá myndi ég segja bara að ég kem bara með þér. Já, ég til bara dagur. Þetta er ekki stór ákvörðun. Og sko, ef Tindastóll ætlar að vera Íslandsmeistarar, þá þurfum við að fylla síkið okkur einasta leik sem eftir er. Já, þannig að það reynst gott að það mæti allir á mánudaginn og ég veit að það verður hellingur af króksum í kvöld, Keflavík. Hvað var King of Spring, King of Warney? Viltu ekki þess að keppni? Þátturinn er bara búinn. Veitu, klokkan er hvað? Hörru, hún er 3 mínútur í... Það er komið að lokum. Þetta er annars skipt í röð sem að við tökum ekki King of Being Warney. Fórum við ekki í spurningkynna? Nei, herru, ég er bara Þetta er ekki meira að kenna. Nei, herru, þetta var ekki viljandi gert. Nei, mitt, svo heldur góður. Það verður kannski komið aðeins meira vor næstur verum. Herru, ég er smá tilkynning. Föstudaginn eftir 2 vikur. Því að á föstudaginn næsta verð ég ekki á landinu. Tilkynning. Út af því að höllin 13. maí og þannig að ég smíðaði lag sem kemur út eftir 7 daga. Er að koma nýtt massúbólag? Þannig að fyrir spinningfikluna og the bootcampers og crossfitters og bodybuilders around the world það er að koma nýtt lag á playlistan og fyrir höllina. Og allt bara partyfólk. Já, ég ákvað að gera stærsta drop sem Muscle Boy hefur gert. Þannig að þetta er harðara en fólk kannski líklega heyrt að mér hinga til en aðeinsvert. Eru að tala um Shaquille O'Neal hart eða? Þetta er ekki pilluhart sko, en bara, þetta er ekki, sko, Shaquille O'Neal með pillu. Þetta er bara mjög stórt, svona, þetta er fullkomið fyrir höllina. Ég meina, hvort ertu? Ronny Shaquille eða Shaquille O'Neal? Þetta kemur í höllina, þetta er alltaf hliðina. Það kemur út næsta föstudag. Já, það er bara 7 days. Við getum líka alveg gefið út smá leyndamál að vikun eftir það, þá kemur líka nýtt eftir nýtt blöðlag, sko. Við erum alveg að vinna í það verður vinna í hlutum hérna fyrir höllunar. Höllun verður tjúluð, en það er komið að lokum hjá okkur. Við minnum á páskabingoði sem verður á miðvikudaginn á Vísi og Stöð 2 Vísi, sturlaðir vinningar. Þið þurfa að gera spráskrifundur af blöðkastinu og við ætlum að enda þáttinn á, minni, sko, þetta er eina mínum uppáhalds. Þetta er hljómsveitin Hipsum Haps sem er geggjuð. Þeir eru geggjaðir. Við ætlum að fara að fá þá inn í þáttinn. Þeir voru að gefa nýtt lag sem heitir Hringar og það er sturla og við ætlum að hlusta á það í lokin. Takk fyrir hlustunina í geggjaða páska og sjáumst á miðvikudaginn.